Gott kvöld, kæru áhorfendur, hjartalega velkomin með okkur í leik 2 í þessu úrslita einvígi. Við erum í Varmá, Mosó, Afturelding FH og Afturelding Stal fyrsta leiknum, unnu hörku 3 marka sigur í Kaplakrika og eru komin í kjörstöðu í þessu einvígi. Það þarf að vinna 3 leiki, það leikir til þrautar. Við erum í handboltapassanum, ég veit ekki hvað ég á að segja meira annað en að Bjarni Friðsson með mér. Bjarni, leikur 2, það er stútfullt hús. Það er 1600 manns í húsinu, það hafa aldrei verið svo margir hérna, áhorfendamett. Hvernig líður þér? Ég vil bara segja takk æðislega fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessari veislu. Það er algjör oddaleg stemming í þessu leik og augljóslega þá er Afturelding í kjörstöðu eftir að unni fyrsta leik og við vonum vinnilega að FH jafni og við fáum fleiri svona oddaleiki. Já, það er bara ekki spurning, þetta einvígi getur orðið algjörlega sturlað. Við vorum að fá það fréttir að Aron Pálmason er kominn á skýrslu. Þeir voru með 1 auka pláss, hann er búinn að hita upp. Hann er kominn á skýrslu. Hvað lest þú út úr því? Er hann með? Já, ég held að segja, ég var að fylgjast mjög vel með honum í uppbytun og mér fannst það bara líta mjög vel út. Hann getur gert svo ótrúlega margt, það er Nári sem er búinn að vera frá hann, en ég meina hann getur sent, hann getur skotið fyrir utan, hann þarf ekki að fara mikið maður og mann endilega. Og ég get séð fyrir mér að þeir munu nota hann, allavega að reyna að nota hann eitthvað í sitthvorum hálfleiknum, allavega meðan hann treystir sér til. Og skiptir það máli? Já, það skiptir smá máli. Það skiptir smá. Ég hefði gaman að þessu gamemanship hjá Steina að halda plássinu. Já. Opnu. Þannig að Afturelding sé að hita upp og kíkja að býtu. Já. Er hann með eða? Er hann ekki með eða? Þetta er allt partur af leiknum. Já, þetta getur truflað fókusinn allavega á leikplani pínu. Já, ég meina, Afturelding segir þessi ekkert að spá í þessu. Það er ekki rétt. Það er bara svo það er. Já, þú ert bara að stilla upp varnarleikniðinum og þetta verður alltaf svona. Ef Aron er með, þá gerum við þetta svona. Ef hann er ekki með eins vegar, þá gerum við þetta. Akkurat. Það er allavega líklegt. Já, hérna, sko, þessi lið eru bara 2 frábær lið, það er mikið stemning sem fylgir þeim. Síðasta leikur var magnaður, Þorsteinn Leó tók yfir leikinn, skoraði 13 mörk og var algjörlega óviðráðanlegur. Já, hann var með svokallaða skotsýningu sem við höfum bara ekki séð oft hérna á Íslandi. Það eru mörg ár síðan við höfum verið með skyttu sem neglir sér bara upp og skora 10 pluss í leik. Já, hann er bara óstöðandi, bara inn fyrir miðju óstöðandi. Já, hvað svona, þú veist, hvernig heldur að hann kom inn í leikinn? Þú veist, heldur hann þurfi að taka hann eitthvað til sín eða heldur hann að lifa svo fljóta? Þeir eru búin að rúlla svolítið á mannskap, varandi hverjir að vera að taka skarið. Hvernig heldur þessi komin í leik 2, þú er nýbúin að vera frábær? Já, ég held að það sé bara mjög gott. Ég held að það sé bara fullu sjálfstraust og mér finnst mikill hugur í honum. Já. Hann kom inn í leikinn líka á móti Val, hann byrjaði aggressífur, Björn var bara svolítið búinn að lesa hann. Akkurat. En mér sýnist hann bara að ætla að sækja hann titil heim áður en hann fer út og ég held að hann mæti bara aggressífur. Hvernig FH munu bregðast í því að það er svolítið erfitt að sækja mann út á 15 metra. Akkurat. Það er samt svona mjög áhugavert að sjá. Það er ekki spurning, við ætlum að heyra í Gunnar Magg sem ég talaði við þetta rétt á hann og heyrum hvað hann er að segja þetta allt saman. Gunni, þeir eru 1-0 yfir einvíginu, komur á heimavöll. Hvernig var undirbúningur fyrir þennan leik nr. 2? Kannski bara hefðbundin svona, nema kannski minni tíma en oft áður, það er bara frábært, en bara nokkuð hefðbundin undirbúningur fyrir eins og síðustu leiki og fórum bara vel yfir síðasta leik og já, og bara undirbúnir fyrir þetta FH mun koma með í kvöld og reyndum að vera bara klárir í allt sem að geta komið og svo er þetta líka bara hausinn á mönnum að vera klárir í þetta. Er undirbúningur eitthvað öðruvísi sem er 1-0 yfir, 1-0 undir eða er þetta alltaf bara að vinna næsta leik sama hvað? Nei, við eigum bara núna að vona að FH eru miklu grimmar í kvöld heldur en síðasta leik. Við vitum alveg að 1-0 undir það verður að vinna og við eigum vonað mjög grimmum og við erum tilbúin í það. Við erum tilbúin að mattsa þeim þegar við mæta í byrjun leiks og við ætlum okkur að vera klárir að taka á móti þeim og við þurfum bara að spila vel til að fara með sigur í svona úrslitin einvígi og þurfum bara að eiga frábæra leik og við erum að heimavelli, við spila vel og við líðum vel og við þurfum bara að halda því áfram og eiga góðan leik. Það er eitthvað spurning með Aron Pálmason, hann mun hitta inn að væntanlega upp og skoða hvort það verður með. Er þið eitthvað að spá í því? Nei, ekki neitt. Bara tölum ekki skjóðum það sko. Að þínum mönnum kannski, Þorsteinn Leó átti náttúrulega stórkostarleik fyrir nokkur blöðu síðan 13 mörk og var bara allt í öllu og bara illviðraðanlegur.
Býstu við öðrum eins leik eða heldur að þeir stígi utar og meira í en núna? Auðvitað erum við bara tilbúinir að ef þeir koma fram, þá erum við búin að undirbúa það vel. En samanskapi styrkleiki okkar að, jú, Þorsteinn okkur í síðasta leik, en leiknum þar á undan voru aðrir sem stegu upp og leiknum þar á undan voru ennþá aðrir og við erum bara með breytt og við erum með góða liðsheild og við erum ekki háðir einu leikmanni eða tveimur, við erum bara háðir góðri liðsheild og séum með okkar konsept í lagi að það er það sem skiptir meira máli heldur en einstaklingarnir. Ég að heyra að sé pakk fullt hérna 1600 manns, met í húsinu segir sagan, það verður náttúrulega góð stemning. Já, ekki vona neina öðru og þetta líður okkur vel og er þetta bara draumur fyrir okkur alla að fá að spila hérna fyrir fullu húsi og þetta sem bara stefna þarna í vetur og nú er bara að nýta orkuna í húsinu til að hjálpa okkur að landa þessu sigri. Takk og gangu vel. Takk. Hald ég, Gunni Magg alltaf léttur, hér er verið að hylla Bjarni, þriðja flokk kalla sem var Íslandsmeistar á dögunum í afturhendingu, Hauka 31-30 til hamingju þeir. Já, ég er búinn að fylgjast með þessum hóp mjög lengi, þetta eru ótrúlega efnilegi strákar og þú veist, þvílíkt fyrir afturhendingu að fá upp svona sterkan þriðaflokk á sama tíma og þetta er eitt besta lið á landinu. Þannig að handboltabærinn, Mosó, stendur svo sannarlega undir nafni. Já, geggjað og svona í undirstrykka áður fyrir maður sé F-fólki, undirstrykka þessa stemningu. Það eru hvernig floor seats, það er bara sæt á gólfinu, það er bara rúllin hérna pöllum frá Þorlákshöfn, það er allt gert. Já, ég er bara með gæsahúð og hjartslátturinn minn er að fara að slá ansi hratt. Og það er bara svo gaman að horfa yfir hópinn og soga orkun í sig, sko. Þetta er geðveikt. Varandi F-fólki, ég minna við vorum að tala um það hérna Aron Pálmarsson er með og við gerum bara ráð fyrir að hann spila eitthvað. Hvað þarf F að gera frá síðasta leik, þar sem hann var ekki með, óað því bara hvað Aron gerir í dag. Hvað þurfa þær að gera betur til að eiga möguleika á að koma þessi alveg inn í? Sko, ég var rosalega hrifinn af þeim í oddaleiknum móti IBV. Akkurat. Og sérstaklega ungu skyttunum Einari Braga og Jóhannesi Berg. Og ég myndi vilja sjá þá tvo eiga sambærilegan leik. Já. Sýna þessi alvöru handboltamenn og hvað býr í þeim. Því að mér fannst Ási var svolítið að bera fyrir sóknarlega, en ég vil sjá svona svipa ákefð, grimmd og bara ætla sér þetta. Þannig að það er svolítið það sem ég vil sjá frá þeim. Sko Ási náttúrulega bara uppi sóknarleiki síðast, það gerði það líka í oddaleiknum móti IBVF og hann hafði gott að sér pásu held ég alveg eðlilega. En eins og segir, það er bara fleiri sem það stígu upp. Þeir þurfa að fá skot úr hornunum, þeir þurfa að fá markvörslu vantarlega. Það vantaði hjá báðum liðum, þá geta Kúkuba tók 4 bolta á 5 mínútum í lokin. Já, var það ekki líka bara svolítið típist fyrir leikinn? Jú, kannski. Stundum dettur þetta bara þannig inn. Það kemur bara lokar og tryggir þeim sigurinn, bara þetta grínast stefninguna. Já, ég meina, það er Dóri hérna með Mosó, pizzabær. Hvað er þetta að segja? Ég veit það ekki, það er bara þeir sem er ekki hér, þeir skulu reyna að tryggja sig með á næsta leik. Já, og bara kaupið passan 12:90, næstu leikur í opinni dagskrá, þessi leikur er í passanum. Sko, það er ekki 8 leikur Bjarni, þetta er leikur 2. Já, ég bara vona svo innilega. Ég held alltaf með handboltanum, ég vil alltaf fá 8 leik, þannig að ég vil svo innilega að þessi veisla fá að lifa svolítið lengi. Já. En þetta verður mjög áhugaverður leikur því að Afturelding eru með frábært lið og þeir virðast verið rosalega góðu í jafnvægi. Og ég er sammála því sem Gunnar að segja, sko Steini var stórkostlegur og var ekki hægt að stoppa. Akkurat. Þeir eru með svo mörg önnur vopn, sko, sem voru kannski ekki upp á 10, þannig að þeir eiga alltaf nóg inn. Já, svo er líka gaman við Deimi, svona áður við förum að hoppa í eitt viðtal, að það eru 4 mismunandi dómarapör sem dæma þessa fyrstu 4 leiki. Síðast var Átni og Þorvar, voru frábærir. Nú eru Bjarki Gunnar sem hafa verið mjög góður í vetur og er að fá tækifæri. Svo er þetta Anton Jónas, Sigurð Svavar og svo held ég að lögregla að ef þetta fyrir 8 leik þá er Anton og Jónas. Ég held að það sé uppröðunin, þetta er ekkert leyndarmál, þetta er bara á HSI.is. En oftast hefur þetta verið 2 pör sem hafa verið að deila þessu. Þetta hlýtur af því að það eru fleiri pör sem eru talin nógu góð að dæma þessa leik. Já, ég meina öll þessi pör eru bara búin að sýna sig á sanna og eru bara mjög flott og mér finnst í raun og veru dómarastéttin hafa styrst mjög mikið. Þannig að það á bara að halda áfram að efla það. Ekki spurning, FH getur að fara að lappa út á gólf, við ætlum að leyfa ykkur að fylgjast með því einhvers konar liðaskjáinu, við ætlum að heyra hvað Steina að segja þetta rétt á hann og ég ætla að hleypa Bjarna upp að lýsa með Gaupa. Steini, 1-0 undir, Conny Mosó, hvernig svona var undirbúningur fyrir þennan leik með tilliti til þess? Jú, hann var svo sem bara mjög svipaður því sem að gerist vanlega en það voru vissulega fleiri atriði sem við þurftum aðeins að fara yfir og þurfum að hafa betur á reyni í dag. Hvað svona lögðu áherslu á þessa síðustu daga? Já, þetta var svona
það voru margir þættir í okkar leik sem voru ekki í lagi og fyrst og síðast þá þurfum við náttúrulega bara að spila betri leik, saman hvort vörn, sókn eða markvörslu sé að ræða, en svona, ég myndi segja að mestu fókus hafi farið í varnarleik. Sko, Þorsteinn Leó skorað 13 mörk í síðasta leik, má áætla að þið sé að fara að stíga eitthvað meira út í hann eða svona vera aggressívar eða hvernig lítur á það? Við verðum með einhverjar aðeins öðruvísi tvist á þetta en enga síður þá bara treystum við svolítið á grunninn okkar og hann var ekki nógu öflugur í síðasta leik en hann þarf að vinna í dag. Aron Pálmarsson að hita upp, ætlaði að bara taka stöðun á honum, hvernig hann verður eftir uppbytun eða hvernig lítur það út? Já, það er svolítið þannig, skilur við. Það er ekkert leyndarmál við það. Hann er ekki búinn að æfa með okkur og hann er bara búinn að vera í kappi við tímann og við vonumst til að geta notað hann eitthvað í dag en það verður, eins og segir, bara komið ljós. Og þú bara með plan A og plan B eftir hvort það sé með eða ekki? Já, við treystum bara á liðið okkar og ef að hann getur verið með þá er hann bara góð viðbót við það lið og reynum að nýta hann á eigin hátt hvað það var þar en fyrst og síðast þá bara fókusurum við á liðið okkar. Sko bara svona að lokum þegar maður er 1-0 undir 1-0 yfir, er undirbúningurinn eitthvað öðruvísi, er maður að hugsa eitthvað annan að vinna bara leikin og því hver staðan í yfirinn er þegar maður getur ekki dott út í næsta leik? Nei, í rauninni ekki. Það er miklu frekar þannig að við tapleiki, þá bara fer oftast meiri vinna í gangi einhvern veginn við að kryfja og menn svona vilja svara strax fyrir ákveðna hluti og þar að leiðandi verður svona greiningar og annað sem að verður kannski fara aðeins dýpri í en annars er þetta nokkurn veginn sama vinnan og við gerum grein fyrir því að þá þarf að vinna 3 sigrar til að vera meistarar og við þurfum bara að byrja á fyrsta í dag. Kekja, stuttið sem veistu, bara gangi vel og njóttu. Takk fyrir. Það er Steini klári í slaginn sem og Gunni Mag. Það er algjörlega trufluð stemning hérna. Þið sem eruð heima að horfa, ég er bara vonandi að skila sér til eitthvað því að stemningin hér í húsinu í Mosó er óviðjafnanleg. Þetta er algjörlega truflað og þetta er leikur 2 í úrslitunum. Ég bara hvet ykkur til að setjast aftur, ná ykkur í pop, fylgist með þessu því að Bjarni Friðsson og okkar besti Gaupi ætla að lýsa þessu yfir til ykkar. Mínir bestu. Takk fyrir þetta. Já, stemmingin hér í Mosfellsbænum er frábær. Þessi leikur auðvitað hefur sitt líf. Afturhalding spilaði frábærlega í Kaplakrika í síðasta leik. Unnu þar 32-29. Síðast þegar komu hingað þá FH-engandi það vil segja þá unnu þeir hér þægilegan sigur þar sem Aron Pálmarsson skoraði 15 mörk. Hann hefur verið að glíma við meiðsli og munar að minna. Allir vita að Þorsteinn Leó Gunnarsson fór á kostum í síðasta leik og skoraði 13 mörk en hann þarf að endurtaka það í kvöld. Hér eru 1600 áhorfendur, það er löngu uppsett á þennan leik og þetta er met að sókn í þetta íþróttahús hér að Varmá. Með mér er Bjarni Friðsson. Bjarni, það er algjörlega ljóst að allir leikir hafa sitt líf eins og ég sagði áðan. Þetta verður kannski allt öðruvísi leikur en við sáum í kriganum. Já, ég meina FH sýndi okkur það þegar þeir voru með bakið uppi vegg á móti IBF hvers megnur þeir eru og þeir eru búin að vera stórkostlegir í bara allan vetur með og án Arons. Þannig að ég er bara mjög spenntur að sjá kannski áherslubreytingarnar hjá þeim og líka bara svona hugrekk í þeim, bara ákveðinni sem þeir munu koma til leiks. Og dómararnir hér eru Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson. Það var staðið sig vel í Óli-deildinni á þessari leiktíð. En allt er reiðu hér, brjálæðisleg stemming í húsinu, allt eins og það á að vera. Bíðum eftir því að dómararnir flauti hér til leiks og vonandi fáum við skemmtilega viðureign, hefðbundið byrjunarlið hjá FH. Aron Pálmarsson byrjar á bekknum. Jóhann Þorgeir, Jóhannes Berg, Ásbjörn, Einar Bragi, Jón Bjarni Ólafs og Símon Mikael Guðjónsson. Ágúst Birgisson skiptir væntanlega milli varnar og sóknar hjá Mosfeldingum. Ígor Kopitsinski, Þorsteinn Leó Gunnarsson, Gunnar Malmqvist, Birgisteinn, Birkir Bendisson og Árni Bragi og í markinu hinn ungi Brynjar Vignir Sigurjónsson. En það er algjörlega klárt að Mosfeldingar þurfa betri markvörslu en þeir fengi síðasta leik, allir þeir að klára þennan. Já, ég er sammála því en ert að sjá stúkunni hérna á Mosó, þeir eru byrjaðir sko áður en leikurinn byrja. Þannig að stemmingin er hér. Frábært og það eru gestirnir úr Hafnarfirði. FH síðast Íslandsmeistari fyrir 2011 en Afturelding
25 ár síðan og þeir lönduðu titlinum, gerðu það 1999 og unnu þá FH-inga í úrslitarimmunni. Báðum liðum langar mjög mikið í þennan stóra, sko. Heldur betur á Jón Bjarni, deildarmeistarar. FH sterkir í allan vetur, líklega eitt besta lið Íslands þessar mundir. En það er ekki spurt af því í svona leikjum. Nei, nú snýst þetta bara að toppa. Á réttum tímum. Og Jóhannes Berg með skot og þetta er varið. Brynjar Vignir Sigurjónsson byrjar vel hér á heimavelli, ver fyrsta skotið og þetta er afar mikilvægt, ekki síst fyrir sálina. Já, fyrir svona ungan efnilega markmann er þetta rosalega mikilvægt að klukka fyrsta boltan. En gott skot hjá Jóhannes, mér leið eins og hann var inni en Brynjar varði þetta stórkostlega. Þá koma málsendingar, Þorsteinn Leó Gunnarsson. Undrabarn í íslenskum handbolta, frábær skytta, lofandi leikmaður. Nú er að sjá hvað hann gerir. Fór á kostum síðast, var með sýningu. Birgir Steinn. Og Birgir Benediktsson fer í árásina. FH-ingarnir standa þetta af sér. Þá er það Birgir Steinn og hann í loftið og Þorsteinn Leó ætlaði skotið. Fór ekki og hér fyrsta skotið hjá Mosendingum. Birgir tekur það en Daniel ver þetta vel. Daniel Freyr Andrésson var í vandræðum í síðasta leik. Afturhalding byrjar svolítið svipað í síðustu 2 leikjum. Þeir gefa sér tíma í fyrstu sóknirnar, reyna að leita og eru þolinmóðir. Heyrum í dómaranum þarna, 4 sendingar segja þeir. Þá var Þorsteinn Leó, nei, búið að flauta hér og stöðva leikinn. Eftirlitsmaðurinn gerir það og kallar dómarann á vettvang. Ég ætla að tala við eitt hérna. En línumanninn áður en allt broti gerist, þá áttu þetta svo mikið. Já, mikið. Ég ætla að leyfa þeim. Já, það er ég. Þeir ætla að leyfa aðeins, það er gott. Það er úrslitakeppni. Já, það er úrslitakeppni og þeir sáu pólverðinu sem dæmdu Valur Olympiakos í Evrópubikarnum. Þeir leyfðu mjög mikið. Ég hef ekki séð svona mikið leyft. Já, hér heima á þessari leiktíð, en sjáum til, sjáum hvað setur. Þá er það Birgir Ben, Þorsteinn Leó, hann fer í skotið en nú er Daniel Freyr mættur, nú beið hann og FH-ingar koma hér aftur upp völlinn. Einar Bragi Aðarsteinsson fer í yfirhandafittuna sína sem þau boltan fram hjá markinu, þetta er aukakast. Þetta er mjög vel gert hjá honum. En Afturhalding var að setja í gang kerfið sem er búin að spila mikið í seinasta leik, stillið fyrir Steinn og hann skýtur, en núna skoraði hann ekki. Það var mikilvægt fyrir Mosendinga að hann sé á sínum stað og finni fjölina sína eins og sagt er. Ásbjörn Friðriksson, Jóhannes Berg. Ásbjörn var mjög góður í síðasta leik. Frábær gólskot, stórhættulegu leikmaður. Og Einar Bragi með skotið og Brynjar Vignir ver. Þorsteinn Leó tíma boltanum á Birgir og síðan er það Ígor Kovačinski og þetta er frábærlega gerð snúningur og mark. Þvílíkur snúningur! Ígor með fyrsta markið og tíminn er stöðvaði hér. Sjáðu þetta. Hlaut frá klukkunni áður en markið er skorað. Ok. 0.55 samkvæmt þessu þarna. Já. Tíminn er eins og aðeins örlítið meiri. Ok. Við þurfum að byrja að laga klukkuna. Er þetta bara að stoppa hann í upplöðu marktækifæri? Já. Þá fundarhöld hér niður á vellinum. Smá klukkuvesen hér en þetta verður leyst. Þetta eru menn sem eru hólpnir af reynslu þarna, Reynir Stefánsson, þetta formaða dómaranefndar á sínum tíma og Ólafur Haraldsson sem er einnig hokinnar reynslu eftirlitsmaður hjá EHF og var frábær dómari á sínum tíma. Þetta var ekki smá opnun á leiknum, fyrsta markið að dýrara gerðinni. Heldur betur Ígor Kovačinski. Besti hornamaðurinn í deildinni, við erum sammála það. Allir sammála það. Hann er alveg ótrúlegur. Haukar sótt hann á sínu tíma til Siglufjarðar, hann hættur í boltanum, fór í Hauka og komst síðan hingað. Þvílík sending þessi drengur var í Þór Akureyri á sínum tíma. Það voru þeir sem fengu fyrstir Íslands, en staðan hér 1-0. Já, þessi fundur er að taka fulllangan tíma fyrir minn smekk. Einar Andri að blandast yfir þetta, sjáum hér
upp í áhorfandastúkuna, mörg andlit á meðal áhorfanda. Ísak Snær hér, númer 27, sjáum að hérna Blikinn nái. Sigurður Þardal er ekki kátur, hann er alveg brjálaður hér. Fórnar hér höndum, það er alltaf slæmt að fá svona uppákomu strax í upphafi leiksins, en vonandi verður þetta bara leyst á skynsamma máta. Já, vonandi verður þetta bara olía á eldinu og við fáum alveg bál. Fáum alveg læti. Aron Pálmason, því miður fyrir Aron og fyrir FH og fyrir íslenskan handbolta hefur hann verið meiddur, frábært eintak. Mikill foringi á velli og það munar menn eins og Aron Pálmason, það er bara þannig. Já, hann skoraði 15 og varst segja það, hann 15 í seinast hérna. Hann skoraði hann ekki bara eitthvað 8 fyrstu mörkin? Ég held það, hann fór á kostum. Ég hef verið rosalega ánægður hvernig hann hefur komið inn í FH-lið, hann er ekki samt alltaf að skora svona mikið, heldur að spila sem liðsmaður. Það skiptir miklu máli og þá er leikurinn farin af stað aftur. FH-ingar geta jafnað metin. Ásbjörn Friðriksson, Jóhannes Berg. Jón Bjarni inn á línunni, líður eftir þjónustu. Miðjublokkin afar sterk hjá Mosfeldingum. Þá er Einar Bragi, frábær kapphreyfing hér og Jóhannes Berg með skotið, en Gunni Malla hýrðir þetta, frábær varnarleikur. Já, fagnaðarlega hætti hússins. Sér hvað vörnin á afturlíkum er svo þéttir, eru ekki að ná að opna hana neitt. Þetta bæði Valsararnir lentu tímabili í vandræðum með þetta og FH núna, þannig að það er ekkert grín að opna þetta stykki sem miðjan er. Þetta afar mikilvægt fyrir Mosfeldinga að vinna þennan leik, þá eru þau komnir í afar góða stöðu, það verður bara að segja þetta eins og er. En FH-ingar þurfa sigur og hér brot Birgir Steinn, þetta hlýtur að vera gult spjald. Já, þetta er gult spjald, fór í treyjuna þarna á Einari Braga. Þetta er bannað. Hann er að senda ákveðin skilaboða, ég er búinn að vera að sjá hann gera það, hann er fastur fyrir. Að koma FH-ingarnir, stemmingin í stúkunni er geggjuð, get ég sagt ykkur, áhorfandi góður. Einar Bragi. Það Ásbjörn, hann tekur skotið, en þetta er varinn. Brynjar Vignir að byrja þetta frábærlega. Bara frábær samvinna, varnar og markvörslið þarna. Þorsteinn Leó og kemur boltan á Birgir og hann í gegn og skorar Birgir Steinn Jónsson. Afturöldingar að byrja þetta frábærlega, varnar og sóknarlega. Smá hik á FH-ingunum, finnst mér. Einar Bragi, en hann er gripinn þarna, Trausta taki í stað með 2-0, Sigurður Þardal fórnar höndum. Það er engin ástæða til þess. Nei, þetta er nú bara að byrja. Þetta er oft í svona leikjum, Bjarni, það er ein sókn, ein vörn, það er það sem skiptir máli. Já, og svo er kannski FH að geta smá kvektur eftir senasta leik og það er kannski eðlilegt að þeir byrji smá svona, kannski ekki beint hikandi en óryggir aðeins. Ásbjörn, Einar Bragi, gengur illa að finna klufu, finna opnum, Ásbjörn. Frábær varnarleikur í Mosfeldingum, sjáið Gunnar Malmqvist, þetta er frábærlega gert hjá þessum dreng. Unaður að fylgjast með honum, hann er svo mikill keppnismaður, taka á þetta réttum stað og varnir með þetta allt á hreinu hér. Jóhannes. Einar Bragi með skot á bólunum, Birgir Steinn, en þetta við sjáum að varnarleikurinn er skuggalega sterkur. Alveg svakalega, það er bara lás. Hálfstak, hér ein sending. Þeir fá eina sendingu, FH-ingarnir. Eina sendingu fá þeir. Og Einar Bragi í skotið og enn og aftur tekur Velgurinn skotið. Þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu. Þetta er rosalega! Nei! Og hann setur hann í netið Ásbjörn Friðriksson auðvitað. Þetta er ekki lausnin. Það er að segja að þeir geta ekki unnið leikinn svona. Þeir þurfa að opna það betur en þetta. En frábært mark hjá Ása. Leysir það þarna úr snörinni og þá koma Mosfeldingar. Það er einasti kjaftur hér í Mosfellsbænum í húsinu, fengur lánaði stúku úr Þorlákshöfn, Leifur Guðjónsson. Verktaki og gröfustjóri náði í þetta blómasali. Eini maðurinn í Mosfellsbænum sem getur látið blóminn tala er Leifur. Þá er það Birgir, sækir inn á miðjuna svolítið og þeir sækja Þorsteinn Leó Gunnarsson langt út á völlinn nema hvað. Þetta er mjög mikilvægt fyrir FH að ná brotum, stoppa flæðið þeirra því að Afturelding er svo leitandi. Þá Birgir, hann þorir ekki skotið, frábær línusending og þetta er Jakob Aronsson og hann skorar, Jón Heffi Reitar. 3-1.
Já, glæsilegt spil þarna, frábært sending af Birgi sem búinn að vera mjög vaxandi í sínu leik, ertu ekki sammála því? Mjög vaxandi og hann gríðarlega öflugur, ekki síst varnarlega. Slóði gegn hjá Gróttu, alveg upp í Garðabænum hjá Stjörnunni, en leikmaður sem búinn að vera eitt sá besti í deildinni í vetur. Ásbjörn, Jóhannes Berg, Einar Bragi. Og Ásbjörn fer í árásina en varnarleikurinn virkar sem fyrir hjá Mosfellingu. Þeir eru afar þéttir, þeir eru nálægt hvor öðrum og það skiptir verulega miklu máli. Einar Bragi, Jóhannes Berg, Einar Bragi, ætlaði skotið, hætti við það, hér kemur skot, boltinn í skápnum, því miður. Þetta sko vörðinu Afturelding komið 3-4 bolta varla hérna upp á smíðóttunum sem rosalega vel gert, þetta 7-4. Gunnar Magnússon auðvitað hókinnar einslu sem þjálfari gerði IBF-meistarinn 2014, Hauka 2016. Hann gerði Aftureldinga bikarmeistarum fyrir 2 árum. Með Íslandsmeistarana titillinn á leiðinni í Mosfellsbæ, sjáandi Birgir Benediktsson, Þorsteinn Leó Gunnarsson og hann fer hér í skotið en nú Daniel Freyr með hann í vassanum og ver þetta. Já, Danni hefur skoðað klippið frá senasti leikur einlega mjög vel. Og þetta Jóhannes Berg, þetta frábærlega gert. Kominn út úr fasa en nær skotinu og skorar minkamunni, staðan 3-2. Já, mjög mikilvægt fyrir FH að fá svona mörg seinni mörkina. Þeir mega alveg keyra eins upp hraðan meðan þeir eru í vandræðum með uppstillta sóknarleik. Það verður svona eitthvað sem þeir mættu leggja miklu áherslu á núna. Já, Mosfellingar gerðu þetta á móti Val. Þeir drógu hraðan, þeir drógu líka úr hraðanum í síðasta leik í Kaplakrika, komast upp með það og gerðu það vel. Þá er það Birgir Steinn og Birgir fer í yfirhandafintuna. Þegar hann fer í þessa yfirhandafintu þá er hann alltaf að ógna út í ruslatunnu. Hún er tæmd reglulega en hann verður að tæma þessa aðgerð betur. Hann verður að tæma þetta betur, Björn. Þetta sko... Já, hann verður að klára þetta betur í gegn, ég er sammála því. Sjáum þetta hérna, þetta er alltaf út í ruslatunnu og hún er tæmd en hann verður að gera betur þarna. Þá er það Birgir. Og Birgir Steinn, þetta er frábær hreyfing og mark. Glæsilegt mark og frábær hreyfing, þarna tekur hann maður á mann. Þeir eru að opna hann mjög vel. 4-2, Jóhannes Berg. Vítakast, vel dæmt og margir með þetta allt á hreinu. Jóhannes Berg gerði þetta vel. Já, hann er áræðið frá upphafi núna. Hann ætlar sér að gera betur en í senasta leik, ekki spurning. Ef maður reynda grunnaði það að gangi ekki alveg hitt til skóar. En Jóhann Kúkóbart kemur þá í markið og freistar þess að verði þetta að víti. Það er Símon Mikael Guðjónsson sem er á punktinum, bróðir Sigvalda Guðjónssonar. Já, Jóhann er algjör vítabani og stuðkall, við vitum það. Það hvað Símon gerir hér. Símon Mikael og hann skorar vel skotið. Já, mjög gott víti. Hann misti hendina og sett hann fram í eyrun á honum. Leið eftir honum, ég veist hann hefur skotið svolítið oft á fyrsta tempo sem ég er ekki mjög hrifinn af. Þetta gerði mjög vel. 4-3. Já, þetta er bara 4-3. Það er allt í áttum við það. Þannig viljum við hafa. En sóknarleikurinn hefur þarf að virka hjá Mosfellingum. Varnarleikurinn hefur verið frábær. Þeir eru með mannskap. Þeir getur klárað svona leiki. Já, ekki spurningum. Ég sýnist bara að vilja það líka. Þeir eru með vilja. Þá er að Birgir fer aftur í árásina hér. Auka kast. Heppinn að fá okkur sér ruðning þarna, Ágúst Birgisson hann til varnar, gríðarlega öflugur og sterkur leikmaður Ágúst Birgisson. Já, Gaupi, þú sér þeir reyna að senda Jóhannes Berg aðeins út og það er að riðla smá varnarleikum hjá þeim. En... Þá er að Birgir og hann fer í skotið og nú skorar stóri dragurinn. Frábærlega gert. Já, bara ekkert af þessari árás. Hún var beint á marki. Já, mjög vel gert. Þessi strákur getur þetta allt saman. Við höfum séð það 100 sinnum, stundum bara. Finnst manni einhver, hún að vanda fúka á öxlina sem segja honum að skjóta, segja honum að gera meira. Er á leiðinni til Japans til Wagonaka á næstu leiktíð, þar verður hann á annarri að hæð. Staðan hér 5-3. Heimamenn leiða. Einar Bragi Aðarsteinsson, kemur boltanum inn á línuna. Auka kast. Sérðu hvað Gunni er sterkur. Hver tekur Jón Bjarnar bara svona? Þetta er rosa.
líkt honum við Skúla Óskarsson sem var heimsmeistar á sinni tíma 1980 í réttstöðulyftu. Já. 318 kíló var ekki heimsmeistar. Einar Bragi Aðalsteinsson er í klippinguna, þetta er vel gert og Ásbjörn Friðriksson auðvitað skorar hann. Mjög góð sókn, þetta var mjög vel útfært, þannig að náður að hreyfa upp betur og fá smá gat þarna í miðjuna sem Ási nýtti sér vel. Engin betur en Ási að mæta svona og slúta í opið svæði. En F-fáingarnir verða líka að passa sig á því þegar að varnarleikurinn er svona þéttur eins og í afturhendingu þá verða að vera rólegir, yfirvegaðir og gefa sér tíma. Já, mér finnst þeir með samt auka hraðan töluvert sko. Já. Þá koma Mosfeldingarnir, Birgir Steinn farið vel af stað í þessum leik. Þorsteinn Leó, hann er sóttur langt út. Hvernig leysa Mosfeldingar þetta? Frábæri hugmynd en Símon Mikael Guðjónsson stelur boltanum og hann er potróður og setur upp í fjærhornið Símon Mikael og hann skorar annar markið á honum innkom úr vítakasti. Þeir eru búin að jafna metin, staðan er 5-5. Já, mjög vel gert. F-fáingarnir eru að fara bara í 5-1 vörn þegar að Þorsteinn fer inn á miðjuna í skot. Það allan virkaði mjög vel í þetta skiptið. Þetta er eitt af þessum áherslubreytingum hjá þeim frá seinasta leik. Blær Hinriksson kominn inn á í lið Mosfeldinga. Blær hér með boltanum á Birgi. Blær búinn að vera frábær í síðustu leikjum. Gríðarlega sterkur áleppur, fljótur, vel gefinn líka. Já, góður undir pressu. Hann er búinn að vera að klotsa leikina. Og hér tekur hann skotið en Daniel Freyr með magnaða markvörslu. Hendriksson er hann og F-fáingar geta komist yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Já, þetta var alvöru fótboltaskutt. Einar Bragi. Anna. Og Jóhannes Berg og hann í gegn. Vítakast. Sko þetta er það sem Einar Bragi á að vera að gera. Hann er búinn allt og einhvern veginn svona óöruggur í aðgjörnu. Hann neglir hann bara á þetta. Þetta er hörku, þetta er landslýsmann. Já. Sjáum við hérna. Kemur hann í lélega hjálpavörn, þá tekur víti á þetta. Kemur í lélega hjálpavörn og þá dæmi í vítið. Allt klárt. Erum í dómarunum hérna af og til. Það er Símon Mikael sem að fært það hlutverk að koma F-fáingum yfir í þessum leik. Skoraði áðan af línunni þessi magnaði strákur. Já, það var ekki nóg með hann dæmdi víti. Þetta er gagnrýnda markmannleiki þegar lík í leiðinni, dómari. Lára Simon og hann skorar Símon Mikael. Hann er búinn með 3 mörk. Og F-fáingar eru komnir yfir. Mörk. Kunnuleg andlit í stúkunni hér og Hafnarfirði sá einn af að markaskorar F-fá í fótboltanum í getur tíðina. Hörður Magnússon mættur á svæðið. Spilaði handbolta sem unglingur. Sjáum líka konfetti í forróloð, þannig að það er núna komið svolítið hugur í F-fáingunum eftir smá svona, já, rólega byrjun. Það er spurningur að það hefur verið að fagna herði, ég veit það ekki. En það var Árni Bragi, Birgir Steinn, Blær og Birgir. Og varnarleikurinn sterkur hjá F-fáingum þessa stundina. Og Árni Bragi og Birgir fyrir að fara að leysa þá hér úr störinni. Stefán Magni Hjartarson kominn hérna niður í hornið, ungur og efnilegu leikmaður, Íslandsmeistari 3. flokki karla. Og Blær, þetta er stórkostlegt. Blær Hinriksson skora 6-6 er staðan. Já, hann var ekki lengi að láta til sín taka að Blær. Þú sér að afturhald ekki búið að hreyfa liðið strax mjög vel. Þeir eru að passa að detta ekki niður í seinni hlutanum. Við erum líka að sjá að Aron hitta þetta beint fyrir framan okkur. Það er spennandi að sjá hvort að hann sé ekki að fara að koma inn á. Já, Gunnar Magnússon þjálfari Mosfeldinga keyrði mikið á sama liði í síðasta leik. Það gengur ekki, leik eftir leik. Og brotið á Ásbjörni Friðrikssyni, Birgir Steinn gerir það. Þeir eru afar fastir dómarnir leyfa þetta. Það er í góðu lagi. Aukanga spennt hins vegar. Staðan í upp 6-6. Einar Bragi, Ásbjörn, Jóhannes Berg. Þetta er frábærlega gert hjá Jóhannes Berg. Já, Jóhannes Berg er að byrja að leiki mjög vel. Það er svakalega mikilvægt fyrir FH. Hann er búinn að vera einn besti leikmaður deildarinnar í vetur. Það er á þessum stundum sem við viljum leikmanna hans kaliberi stíu. Afturhending 6, FH 7. Mögnuð stemming hér í þessu húsi. Það var þá bæjarstjórn Mosfellsbæjar mætti nú taka við sér og setja fleiri bekki hér í húsið og þetta er gott spjald. Ágúst Birgisson farður hér til bókar. Já, það eru slagsmál á línunni. Þau voru náttúrulega strax í fyrstu sókn, þannig að þau eru að halda aðeins áfram. Það er svo hrikalega mikið undir.
Pressan er auðvitað á FH en hún er líka á heilamönnum. Já, FH verður reynilega að vinna þennan leik, annars er það sett sér mjög Og það fer hann í fintuna sína sem ég var að tala um og nú skorar stóri strákurinn. Þetta er vel gert hjá honum. Hann var að Birgir hlusta. Ben. Það tímur til kom. 7-7 er staðan, 15 mínútur liðnar. Já, hann kom út af fekk sér einn vassvöpa, kvildi 1-2 sóti og kom feskur inn á. Þá kemur maðurinn sem allir er að tala um inn á Aron Pálmarsson. Stórkostlegur íslenska landsliðunar, meistaramótinu í Þýskalandi. Já, hann er alltaf ekki búinn að spila í marga vikur að vera áhört sjálf sem er kemur til leiks. Ég held að hann verið geggjaður. Ég er samvarður um það. Þeir í klippingunum með Ásbjörn í skotið. Ásbjörn Freyrisson, auðvitað, 3 mörk á honum. Eins marksmunur, gestirni meira. Boltinn dæmdur á þeim hérna. Þetta er tvígripp. Ég gat ekki sér betur. Já sko, ég held að sé að dæma Óla miður því hann bara hleypur út úr miðunni að losa boltinn tilbaka. Þetta er svona ný regla sem kom með höfu miðunni. Þau fylgist með þessu þarna. Já, það er rétt. Hann hoppar út úr. Þannig ef menn er ekki, ef einn er að stinga svona af og hinn er ekki með, þá getur hann lent í vandræðum. Þetta er svolítið dýrt. Rándík, næstu leikur þessara liða fer fram í Kaplakrika 1940 á sunnudag. Þar verður fullt hús, það er vitað þegar. Og Ásbjörn sniðuða sendingu þarna út í hornið sem að Mikael leysir inn og Aron Pálmarsson. Hann tekur skoti hér. Já, Aron Pálmarsson skorar. Hann er kominn á blað. Og kemur FH-ingum 2 mörkum yfir. Já, 9-7. Þetta er svo mikið leikbreyti fyrir þá. Núna allt í einu þurfa sko afturhaldingamenn að stíga upp úr vörninni sem er opnað fyrir línuna, opnað fyrir gegnubrautin, fyrir að fá að vera flati allan fyrsta leikinn og upp á mínútum á þessu. Já, þá verða Blær. Já, frábær hreyfing. Í hugmyndirnar boltinn út í hornið og Árna Braga. Stuðningsmenn FH ekki sérstaklega kátir með þetta Blær. Og Birgir Steinn inn á línuna, Jakob Aronsson og hann fær vítakast hér, brotið á honum. Hárréttur dómarinn er haft fín tök á þessu það sem af er leik en það er mikið eftir. Vel gert hjá Jakobi Aronssoni, sá það á netinu í dag að hann mun snúa tilbaka og leika með Haukum á næstu leiktíð. Já, það er það málið það. Mér finnst það ekki skrítið. Hann er alltaf einhver sem kemur manni óvart á hverju tímabili. Hann er eitt óvæntasta svona frammistaðan sem við höfum séð. Þá er hann Blær. Daniel til varnar en Blær. Indriðsson leysir þetta eins og enginn sé morgundagurinn og minkar muninn í 1 mark. Þannig sáum við Gunnar Magn, Pétur Júníusson, litli rúfajeppin hérna í stúkunni. Hann er með mos og hjarta á réttu stað, sá drengurinn. Betur. Ég ger til margra ára frábært efni en því miður settu meiðsli strikið reikninginn í honum. Já, hann var alveg mosalegur. Aron, Ásbjörn og dragaði vel frá þegar reyna að opna þessa þéttu vörn Bóðsundinga þeim hefur tekist það í síðustu sóknum og hann er spennt, Andrason Aron tekur á skotið hann gefur boltan á Símon Mikael sem skorar. Þetta er frábær sending, stórkostlega gert, 2 marka munar. Og þetta er bara nákvæmlega það sem vorum að segja. Þetta breytir öllu, sér bara 1 skotfinta og menn hoppa fyrir. Hann er svo góður í handbolta þessi strákur. Bara þvílík guðs gæfa að fá hann hérna í deildina og já, hann á nóg eftir. Þá er Steini Nitti kominn aftur inn á Þorsteinn Leó Gunnarsson, leikmaður nr. 5. Hann er enda risastór, rúmur 2 metrar. Já, FH getur halda áfram að stíga upp á mótunum. Kára Blær. Nautakastæn, Birgir Már hleypur þarna út úr vörninni, spila bakvörð. Ótrúlega framfarir sem þessi drengur hefur sýnt í ítökum handbolta. Sigurður Arnar gekk vel með hann. Áfram þetta leikurinn, býður við. Það er flautað hérna. Já, einhver misskilningur. Já, dómarinn er ekki alveg með þetta á hreinu en staðan hér afturhending 8 FH 10. Já, þetta virðist fipa afturhaldingamenn núna aðeins. Þeir fara upp í 5-1 og pressa Steina háttu. Ég tel nú nokkuð víst að Gunni sé búinn að fara yfir og sé með lausni við þessu, þannig að við sjáum hvað gerist. Blær. Og hann fer í árásina. Blær! Og þetta var Daniel Freyr með magnaða markvörðu, frábærlega gert.
Einar Bragi inn á línuna, Ágúst Birgisson, já, hann skilar þessu í nefnir Gústi Birgis, kominn á lag, 3 marka munur, 11-8 fyrir gestin úr Hafnarfirði og Gunnar Magnússon, hann lætur ekkert segja sér þetta tvisvar, það er leikhlé hér. Já, bara með hvernig leikurinn byrjaði og hvernig hann síðan að bara algjörlega snúast yfir í Hafnarfjörðinn. Þetta er algjör rosalega viðsnúningur sem að maður sá ekki alveg fyrir, en auðvitað ef Aron er heill, þá bara gjörbreytir hann einn leikur. Ég var að reyna að hlusta og þá fóru bara áhugað hjá Mosso að æpa og góla sko eins og þeir vilja ekki, það er einhver hernaðar leyndarmál í gangi. En við sjáum það líka í þessum leik, sko, Þorsteinn Leó byrjaði frábærlega í síðasta leik, skoraði 5 mörk í röð. Þeir fóru aldrei í 5-1 þar í þeim leik FH-ingarnir. Þeir hafa lært af síðasta leik, greinilega varnarleikurinn er betri, þeir koma hátt á völlinn, skerma Þorsteinn og Mosfeldingarnir hafa verið í bullandi vandræðum með að leysa það. Já, þetta er svo fegurðin við að vera í rimmuveg. Þú spila leik, þú skoðar, reynir að koma með eitthvað bragð á móti og svo svara hinir. Og þetta er svona skákmilli þjálfarana og þetta útspil hjá Steina og Einar Andra er að virka mjög vel til að byrja með allavega. Sjáum til, en Mosfeldingar eiga mikið inni. Þeir taka hann alltaf, séður. Birgir Már út á Þorsteinn Leó Gunnarsson. Þá Birgir og aukakast dæmdir 2 mínútur. En sko, ég verð að koma með eitt í þetta kaupi, af því að nú er tíminn smástofa. Þeir eru samt að setja Ágúst Birgis, sem er nú bara vanur að standa stór bakvið, þeir eru að setja hann í bakvörðinn, sem ætti að vera óska staða fyrir leikmann eins og Blær. Þannig að mér finnst svona eins og Afturelding er ekki alveg búin að átta sig á hvar er best að sækja eða hreinlega er ekki að koma sér í þá stöðu. Sjáum til, Þorvaldur Tryggvason kemur hér inn á línuna, stór og staðalegu piltur alveg upp í gráin hjá Fjölni. Mókst henni fram, sló þær í gegn og var fengið hingað í Mosfellsbæinn, en staðan hér, Afturelding 8, FH 11. Birgir og Árni Bragi, þetta er vel gert, Þorsteinn Leó, þetta er varinn, aukakast. Einhverju vildi víti, en þeir fengu það ekki í Mosfeldingar. Já, Danni ætlar ekki að leyfa Stein að skora mikið í dag, sko. Hann er alveg ákveðinn eftir seinasta leik, ekki láta það endurtaka sig. Þú sér að Aftureldingar að spila 7-5, þeir eru ekki með markmann í markinu. Og þá er það Birgis í gegn og hann skorar 3. markið frá honum, vel gert. Hann er heitur núna, var ískapur í síðasta leik, 2 marka munur. Já, ég meina þetta er bara rosalega góður leikmann, alveg frábær leikmaður, gaman að sjá hann ná sér að strik hérna í þessu stóra leik. Vel spilað hér hjá Mosfeldingum, hann opnaði FH-vörðina sem er búinn að vera þétt. Aron Pálmarsson áfram inn á völlunum, leikmaður nr. 4, góð með 1 mark, búinn að skila stoðsendingu. Nú þegar hann er gulls í gildi. Það breytist all yfirborð, hvað? Hann fer hér í árásina, brotið á hann, setur hann aftur fyrir sinn á línu að aukakast. Varnarleikurinn heldur þarna hjá Mosfeldingum. Þeir eru bara ekki inn í tegjandi, ég held ekki. Nei, ég er bara að stoppa þetta. Það er brotið á Aroni, ég leyfi hagnaðina. Þarna sáum við Ásgeir Sveinsson, oddvita Sjálfstæðisflokksins hér í Mosfellsbæ. Hann er á meðal áhorfenda hér, eða drengur og á mikinn þátt í uppgangi handboltans hér í Mosfellsbænum. Ásgeir. Já, mér finnst þetta réttur dómar hjá þeim. Þeir eru ekki búin að vera dæma og víta á þetta hinum megin. Þeir eru bara að halda sínu línu og FH þarf bara að hafa fókusun á það sem skiptir máli fyrir þá. Það koma FH-ingarnir 2 mörkum yfir 9 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Jóhannes Berg Andrason, Aron Pálmarsson í gegn og setur þetta í gærhotnið Aron Pálmarsson og skorar sitt annað mark í leiknum. 3 marka munum, 12. Og Ígor! Þetta er frábært. Ígor Kolbefinski, 2 mörk á honum, 2 marka munum, Afturelding 10, FH 12, þvílíkur leik. Já, bara á þvílík tilbyrjum. Þessi gaur getur allt. Bara horfum á þetta hérna, sjáu þið. Alveg ótrúlega stemning, ítrekka enn og aftur 1600 manns í húsinu, löngu uppsett, þetta er met aðsókn
í þetta íþróttahús hér að Varmá. Betason. Já, það er bara æðislegt. Það er frábært fyrir okkur í handboltanum að sjá svona umgjörð og eins og umgjörðin er búin að vera hjá svo mörgum liðum í vetur og úrslitakeppninni. Jóhannes Berg, Ásbjörn Friðriksson gerir þetta vel á sig og fer í skotið. Ásbjörn Friðriksson, engin betri hann í þessari stöðu. 4 mörk á honum, 3 marka munum. Nei, það er allt annað að sjá sóknleikinu ennþá. Þeir eru að opna afturlíka núna í hverju einustu sókn, eitthvað sem þeir gátu ekki til að berga lífi sínu í uppáspínundunum. Við sjáum líka flotið mikið betra leikmenn en finna komannan. Þetta er allt annað eftirlit. Já, þú sér líka afturlíka eru byrjað að stíga út. Þeir eru ekki að standa bara kjurrir á línuna og færa. Vittur, Þorsteinn Leo Gunnarsson, Blær Hinriksson og fyrir hann í árásina, Blær og tekur skotið og skorar vel gegn á Blær Hinrikssoni, 3. markið frá honum, 2 marka munum. Já, Blær ætti að geta gert þetta í allan dag. Þetta er svona frekar ójafnt einvígi hann á móti Gústa, þó Gústi sé frábær varnarmaður, þá er hann alltaf mikið pláss fyrir hann. Ágúst Birgisson skiptir við Jón Bjarna, hann spila sér inn á línuna og Aron Pálmarsson einnig að skipta hér. Vittur varnar og sóknar inn á Bragi. Stendur vaktina varnarlegar. Þeir þurfa að fara vel með Aron. Ég hef nú hans spil ekki nema svona 10, 12, 15 mínútur í þessum hálfleik. Og gerir þetta vel á sig með skotið en Kungobats á kanni, leggst á boltan og Mósendingar geta minkað muninn í 1 mann. Þú sér Gunni hikar ekkert við að skipta markmönnunum. Brynja var frábær í fyrstu mínútunum en leið og hann dettur eitthvað aðeins niður þá bara inn á með næsta. Það er það sem þeir hafa verið að gera svo ótrúlega vel. Þeir hafa verið að matsa hvernig annars svo rosalega vel upp. Þorsteinn Leo Gunnarsson, hann er ekki komin á blaðið þá. Það eru 24 mínútur innan, hann er ekki góður við mark. Nei, það er áhugjandi. Og þá Blær, þetta er vel gert hjá honum og þá Þorsteinn Leo. Þeir stíga strax út leið og hann fær boltan á Blær í gegn. Óheppinn skref segja dómararnir ekki alveg sammála þessu en þeir eru alveg með þetta á hreinu. Sko ég er sammála þér. Þetta mark á að standa. Þetta var bara þvílík tilþrif vel gert. Sjáum við hérna 1, 2, 3 og 8. Þetta mark á að standa. Allan tímum. Þá er það Birgir Birgisson. Þetta er vel spilað. Daniel Freyr. Og þeir liggja hér í valnum, Blær Steinvíkur á vellinum, Bröðsson, F.A. Einar Bragi. F.A. til Grimmi. Og boltinn er út af og hver á þennan bolta? F.A. á boltan. Rósendingar vilja reyna þeirra eftir nöttin en svo var nú aldrei ekki þvílíkur leikur. Já, það er ekki smá hitt og læt í þessu. Menn er að skutla sér fram og tilbaka eftir boltanum. Ég elski þetta. Ég geri það líka, 2 marka munur. Afturhending 11, F.A. 13. Þetta er bara frábælega vari að Danna. Danni er að byrja hann leik eða klára þennan fyrir alveg stórkostlega. Hann mætti ekkert í vinnunni í síðasta leik, hann var bara ekki góð í miður. En það gerist á bestu bæjum. Já. Dómararnir aðeins er svona að kæla þetta, urka, það er gott trikk. Mikill hiti hérna í húsinu, eins og nærinn má geta. Ásbjörn, Aron Pálmarsson, Jóhannes Berg. Það er fóringar í jafnametinni í mínu og Aron. Og síðan Ásbjörn, þessi tveir eru snillingar. Og Jóhannes með skotið, Kúbómann mættur. Hann var við þetta, hann ekkert fyrir þessu rindar, lengi á leiðinni. Já, vel var ég Jóhanni, hann mætti algjörlega í hornið. Vel spilaði F.A. komast í ákveðni stöðu, en hann fær nú góða hjálp, hann verður góða blokk þarna. Mósendingar geta líka muninn í 1. Hvenær skorar Þorsteinn Leo Gunnarsson? Það er spurning. Og þeir eru konir út. Leið og hér kemur Steini og skorar þetta í þetta. Fyrsta markið frá honum. Einsmarksmunur Þorsteinn Leo kominn á blað. Þetta mikla efni. Já, þetta er einn efnilegastu leikmaður sem við nokkuð tíma séð. En hann er aðeins að kvarta, þeir eru að fá að fara svolítið mikið í hann. Hvað segirðu það? Já, ég er sammála því, en auðvitað þú gengur eins langt og dómararnir leyfa. Já. Út af það gengur leikurinn. Já, og finna línuna. Þeir eru að leyfa hörkuna. Og afturhelding er svo sem ekkert einhver svona smákarakar hinum meginn heldur. Langur vegur frá. Aron Pálmarsson. Leonar Þorgeir fór því út hægra meginn. Það er lending eins og ég kalla hann.
þó ekki Kravitz. Ásbjörn, inn á línuna, þetta er vel gert, Jón Bjarni, vítakast, hann er svo sterkur hann Jón Bjarni, yndislegt að fylgjast með þessum dreng, hvað hann hefur vaxið í sínu leik, algjörlega frábær. Og þá er það Símon Mikael sem þarf að koma boltanum fram hjá Kukoman, hinum margreynda Bosníumanni í rammanum hjá Mosambíkum. Já, Halldór Jóhann færði Jón Bjarni á línuna, hann var alltaf hægri skytta. Það er gæfuspor. Það er gæfuspor, ég verði að taka undir það. Halldór Jóhann Sigfússon, þjálfari 21 árs landsliðsins. Og sjáum við Símon Mikael, svellkaldur fyrir kvikinn þegar hann komið með 5 mörk. Já, ég verði að viðurkenna það, mér finnst vítin hans í dag miklu betur en ég hef séð. Sammála. Hann er búinn að æfa þetta aukan. Svellkaldur að taka þetta skott svona, en þetta kemur með árunum, kemur með reynslunni, hann er upp í HK. Tveggja mann kannunum. Það koma mótsendingarnir, Þorsteinn Leó, Blær, Birkir Benediktsson. Þá kemur Þorsteinn Leó, hætti við að fara í skotið, Blær fer í árásina, finnur Steina. Og hvað gerir Þorsteinn? Inn á línuna, þetta er frábærlega gert fyrir 2 mínútur lítur að vera. Nei, aukakast, jú, 2. Já. Þetta er alveg hárréttur dómur. Daniel Matthíasson fær kælinguna. Já, sást þess að sendi ykkur að Steina, en nefnilega hann er með allan pakkan, auðvitað eftir að bæta sig mörgum hlutum, en hann getur farið árásir. Hann sér línu. Frábærlega gert. Já, svo mikið spunnið inn að strá. Fikk algjörlega undir það að verður í Porto í Portugal á næstu leiktíð eða næstu 2 árum í það minnsta. Það verður gaman að sjá hann vaxa þar og dafna, en stemmingin maður minn í húsinu með geðvik. Birkir, Árni Bragi, þetta er vel gert. Þorsteinn reynir að flota við leið í gegn og fær víti. Þorsteinn Leó Gunnarsson sterkur þarna. Þetta var uppsafnað, held ég. Sýndist að þeir náttúrulega búin að vera á hann allan tíman. Þá kemur Blær Hinriksson til skjalana. Blær búin að skora 3 mörk í þessu leik. Það er hann að skora það 4. hér, þá minnkar að munni 1 mark. Já, það er rosa dýrmætt fyrir afturlendingu að vera með svona strák sem getur komið inn að bekknum eftir 10 mínútur og kveikt orku í leikinn og verið með svo mikið gæði. Hvað gerir Blær Hinriksson hér? Nei! Frábær markvarta hjá Daniel Frey Andresinni. Þarna beið hann, sjáu þið, þetta er reynsla, hann platar hann, tekur skrefið, þetta er frábær varsla, einfallega. Þetta var gamalt og gott trikk, lyfta öðrum fætinum og verja með hinum. Þetta höfum við oft séð í gegnum tíðina, en þá koma erfæringar geta náð hér 3 marka forustu Aron Jóhann Þorkell Harðarsson hér úti hægra megin. Jóhannes Berg fílir, það þarf mandrými, þetta er vel spilað og Aron fer í árásina brotið á honum og svo byggar að vinna boltan en aukakast dæmt. Áfram með leikinn, 1,5 mínútu eftir að þessu fyrri hálfleik sem hefur verið bráð skemmtilegur. Mikil pressa sem fylgir því að spila svona leikinn. Mikil pressa. Og Lenny með skotið, það er ekki gott. Og Árni Bragi yfir allan völlinn. Hann minnkar muninn í 1 mark. Árni Bragi með sitt fyrsta mark hér. 1 marks munur. Þeir þurftu þetta mark og fengu það. Þetta var ekki gott að taka. Því miður, en auðvitað var hann komin í vandræði. Hann var að taka skotið, annars hafði við bent á hann leiktöf. Já, þeir voru búin að ákveða til lengja boltanum og lítið í gangi, það er svo hluti enn. Innan við mínúta eftir. Afturreynning 13, nefn á 14. Ásbjörn, Aron og Leonard. Boltinn út í hornin, Símon Mikael verður að fara inn og hann gerir það. Kukoman! Vildi meina hann ætti boltan, en þetta er innkast. FH á þennan bolta, Kukoman vonsvikinn hér. Þú að taka hér leikinn, við sýnist að vera Sigurður Arndal. Þeir eru að kvarta hér, Mosambíkarnir við dómarana. Vildi meina þeir ættum boltan, Jóhann Kukoman búinn að vera magnaður þegar hann kom inn á. Skulum aðeins reyna að heyra í mönnum ef við náum því hérna en staðan afturending 13, FH 14 sem á boltan.
Ég sperrti eyrun eins mikið og ég gat og ég ekki frá því að Birkir að leysa móti Aroni. Aron sér þá línu eða þversendingu yfir að Jóa. Sjáum hvernig það gengur. Já, þeir hafa hér ykkur 22 sekundur til að afgreiða þetta, en staðan hér einu marki FH yfir 13-14. Og stemmingin, wow! Þú veist að jafnvel og ég, það munar svo mikið ef leikurinn er jafn eða þú tveimur yfir í hálfleik. Við erum búin að leiða núna setni hluta. Ásbjörn, hún leggja þar af stað. Ásbjörn Birkir kemur. Og hér kemur akkúrat það sem var teiknaður. Birgir Már Birgisson skorar. Og Árni Bragi tekur neyðarskot. Tveggja marka munur, 13-15. Það kominn hálfleikur, það eru gestirnir úr Hafnarfirði sem leiða. Sjáum stemminguna hér í pöllunum hjá þeim. Hér sjáum við Hödda Magg. Hann er eitthvað að diskotera. Já, hann er hans að fara yfir þetta. Heyrðu, en ef þú dregur þetta saman þennan fyrir hálfleik. Já, ég meina afturöldingamenn byrjuðu stórkostlega og stemmingin var algjörlega með þeim. Börnin var bara í lás og FH voru bara í tómu vandræðum. Svo kom eitt stykki Aron Pálmars inn á. Og þá bara breyttist allt til hins góða fyrir FH, en líka þegar þeir fóru að stíga upp í steina sem búin að vera miklum vandræðum eftir að þeir fóru í svona framleikjandi basically 6-0 vörn. Já, og Steini Vitti, hann er bara með 1 mark, en Ingvar er klár í slaginn, hann er á gólfi yfir til þín, minn kæri. Já, takk fyrir það, piltar. Frábær fyrri hálfleikur að baki, eins og þið komið svo vel að orði hérna rétt á hann og Bjarni dróð það saman. Þetta er hörku leikur. Innkoma Arons, þvílík innspýting fyrir FH-ingana og fyrir okkur sem erum að fylgjast með. Það verður gaman að fara yfir þetta með Bjarna Freyds eftir örskamma stund. Við ætlum að hoppa í auglýsingar, svo gerum við fyrri hálfleik. Jú, virkar. Afturhalding 2. Já, förum við Aron Pálmar kemur inn, skilur, bara þvílík innspýting. Já, smá. Og förum við hans yfir þess að 5-1 vörn sem við erum að spila og það er klárlega trufla afturhaldingu. Vörslundur að Danna. Slútinu á Ígor í horninu, þú veist bara, þú veist geggjað. Hvað segir þið? Blær líka. Já, Blær, já. Og líka hvað þið fá að hanga hérna í Þórstinni. Það verður aðeins kannski að, það er svolítið mikið, sko. Já, ég segi að tökum það aðeins bara. Svo hérna. Það verður ekki betur að þetta. Sturla bara. Já, að því við erum í passanum, þá er bara eitt langt auglýsingarhlé og svo bara tökum við við, þannig við erum eiginlega alveg fram að hálfleik. Svo sendum við bara boltan upp á Kaupa og þú röltir bara í róleitum, það skilur við. Þannig að hann byrjar bara og svo... Hvað er langt í okkur núna?
Okay. Sést það nógu vel í útsendingunni þessi glampinn í húsi sem myndi bara á Hreiðar Leví hérna. Já, það minnast á það. Komið sælir aftur áhorfendur góðir, við erum hér í handboltapassanum, við erum í Mosfellsbæ, afturhending er 13-15 undir gegn F-fáingum. F-fáingar Bjarni, þeir áttu eitt smá leynivopn í bjarminni sem heitir Aron Pálmarsson, AP4. Já, veistu hvað? Og það gjörbreytist allt. Og það virkaði. Það virkaði, þetta var gott hernaðarleyndamál. Sko, við vorum að fara auðvitað en á það, þetta er svona að gjörbreytist bara allt fast, sjá bara þegar hann leipur inn á, hann skorar hann strax í byrjun, hann er bara að búa til, hann er að finna línu. Það er ekki hægt að spila sömu vörn gegn Aroni eða ekki sem þeir F-fáir án Arons. Nei, það er bara nákvæmlega það sem við vorum að tala um fyrir leikinn. Þú veist, auðvitað þarf að vera með eitthvað plan ef hann kemur inn á. En sko, Afturelding er búin að liggja mjög aftarlega í seinustu leikjum, bæði á móti Val og núna í fyrsta leiknum og byrjuðu leikinn. Vörnin er búin að stórkostleg, en svo kemur bara Aron skítur fyrir utan skor og fyrst í sókninni og þá sá ég bara hvernig Afturelding fór að stíga meir út, hvernig svæli fór aftur inn að myndast, það byrjaði að teygjast meir á þeim. Þetta mark hefði aldrei gerst ef Aron hefði ekki verið inn á því að þetta pláss hefði ekki verið til.
Það bara absolutt þannig og ótrúlegt að hann greinilega í góðu standi til að spila eins og og þeir vantar að spara hann eitthvað aðeins, myndum að halda en hann lítur bara vel út og hann virðist líða ágætlega. Ég meina þeir verða bara að vinna hann að leik, sko. Ég ekkert viss hann eftir að jafna sig, eða skilur, þeir eru byrjaðir að spila honum, auðvitað verða bara að passa kannski að meiðist ekki illa eða eitthvað svoleiðis, en þeir verða bara að vinna þennan leik. Þeir verða að vinna hann. En ég meina, ef þeir var 1-0 yfir, heldur að Aron væri ólíklegri til að spila enn dag? Já, ég veit ekki stöðun á honum, skilur, ef hann líður vel og er búinn að æfa þá auðvitað myndi að spila eitthvað, en þetta algjör dúotaði leikur og þú eru bara að fórna öllu sem þú hefur í hann. Það ekkert hægt að bíða eitthvað endalaust. Og ég meina, talandi að fórna dúotaði, Danni að stígu upp og að taka rosalega vörslur sem hefur kannski aðeins vantarlega að stíga betur upp. Hann varði hann einhver 8 bolta í síðasta leik. Hann að verja dauðafæri núna, að fagna vel. Það allt annað gír í Daniel í markinu. Já, mér sko stemming í honum í uppbytunum. Við stöndum náttúrulega alveg við F-fangina og ég var að fylgjast vel með honum. Hann var léttur og glaður og sjapar. Hann líka að verja rosalega vel. Þetta eru vörslu, þetta eru sjónvarsvörslu. Hann mætti að halda að við verum á handboltapassanum. Já, hann veit að við erum í passanum. Hann veit að við erum í passanum. Það eru margir að horfa og... Já, og hann búinn að vera með Steina, hann svona skákan aðeins í dag eftir að hafa tapað í seinasta leik illilega. Þannig að, já, munar minna. En kannski á sama skapi, menn FH að spila aggressívari vörn. Þeir að spila með annarkot Jóhannes Berga eða Birgir Steini, Birgir Má fyrir framan. Þeir að plúsa á hann, að trufla Steina þegar hann að koma í sínir árásir. Þetta gerði þeir ekki síðast. Nei, sko, Afturelding búin að spila mjög svipa leikjari, bæði á móti Val og núna, þar sem þeir koma með einhvers konar fæslur og fá Steini inn á miðjuna og eru síðan leitandi út frá því og reyna að skapa pláss fyrir hann til að skjóta. Og nú þeir bara að senda, sérstaklega eftir að Birgir kom inn á, þeir voru aðeins byrjaði með Jóhannes Berg, en Birgir orðinn svo rosalega góður maður og mann, ótrúlega langar hendur. Og þannig að það óþægilegt að fá hann svona upp og þeir hafa nýtt hann mjög vel og þetta hefur riðlað leik Aftureldinga mjög mikið. Á hinn bóginn þá svona viss veikleik í þessu fyrir mína parta að Gústi að lenda þetta í bakverðinum eins og ég var að segja í lýsingunni og Blær fór einu sinni frekar auðvitað í gegnum hann og það kannski ekki hans náttúrulega staða. Og þetta töluvert meira pláss heldur en eða undir eða í þristinum og það kemur ekki óvart ef að Afturelding væri núna í klefanum aðeins að teikna upp á þetta svæði. Akkurat, talandi Þorsteinn Leó, ég meina hann búinn að vera svona, átti erfitt með að komast inn í leikinn. Hann búinn að skora núna, fiska víti, þeir fá að hanga svolítið í honum. Já, mér finnst sko dómarinn Leó mikla hörku við sko vítategin. Já, hann gera það báðum megin, Já, gera það báðum megin. Það svona... Fara það undir hann, Ágúst, það fer svona, finnst það gaman að íta það síðan þarna, sjáum þetta aftur. Já, þeir eru bara að láta finna fyrir sér allan tíman. Ég sammálaðir, mér finnst þeir fá kannski, ég skila hann sig að kvarta þarna. Þetta aðeins svo mikið, en meðan að dómararnir ekki dæma á þetta, þá náttúrulega, þetta bara, þetta X-faktorinn sem þeir þurfa að stoppa. Þeir eru augljóslega að reyna sitt besta, en eins og með bestu leikmennina, þú getur ekki almennilega alveg stoppað þá. Ég myndi vilja láta Steina sína mig það, skilurðu mig. Þeir eru að reyna að stoppa mig, þið getið kannski aðeins, en ekki meira. Þetta búið. Sko, þetta svolítið skák með Þorsteinn Leó og öðrum megin og með Aron Pálmars hinum megin. En ég meina, hvað þarf Afturelding að gera þetta að koma sér? Ég meina, þeir eru alveg inn í leiknum við 2 mörkum undir. En ef Afturelding ætlar að vinna þennan leik og koma sér 2-0, hvað þarf að gera? Já, við erum að sjá að það ekkert eitthvað rosalegt skor í þessu leik. Nei, akkurat. Þannig að þeir þurfa að finna einhvern smá takt varnarlega. Þeir duttu svona mikið á hælana og opnuðu svolítið mikið við innkomu. Ég held þeir þurfa bara að hrista það aðeins að sér. Svo þurfa þeir bara að finna lausnir við þessari breytingu í varnarleikum með FH. Ég held að það sé bara, svo ertu bara með 2 stórkostleg lið og leikurinn er bara jafn og þetta endar bara á sirkusmarki í lokin. Og kannski léleg hjálpavörn og þess að dæmi ég víti, hvernig varstu það? Áskært? Já, mér finnst það nuttar svolítið salt í sárin á honum, sko, það ekki nóg með hann dæmdi víta á þig, heldur hann svona líka og þú verður nú eiginlega að gera betur. Það var mjög skemmtilegt augnablik og hann réttu dómarinn svo þar. En ég elska þegar dómar eru mannlegir og eru góðir í samskiptum og ég manna þegar Bergvin hérna á bekknum reyndar og ég þjálfa hann. Þegar hann var að stíga sín fyrstu skref þá var hann eitthvað kvart í dómarum og nýkomin inn á. Akkurat. Og hann var eitthvað kvarta og dómarinn sagði bara, býttu, varst þú ekki bara að koma inn á eða? Það má stundum grínast og vera léttir og svona. Þannig ég alveg all for it, sérstaklega í svona
spennuþrungnum leik þar sem að fara kannski bara nokkri ísbrjóta frá dómurunum. Það þarf bara að létta andrúmsloftinu í svona stemningu og við erum partur af því. Já, einmitt, það er verst að þeir eru ekki með okkur í eyranu. Já, kannski er það, ég veit ekki, þeir eru alltaf með einhvern búnað. En Bjarni, ég ætla að fara að hleypa upp að lýsa, Gaupi tekur við, þú kíkir upp á hann, það er engar auglýsingar. Við erum bara að halda áfram, síðan áleikur. Bjarni, við fáum stórkostlega skemmtun, þú lofa því. Já, það verður allt í suðupunkti. Mér fannst stemmingin stórkostlega í fyrri hálfleik, en núna, ef að leikurinn helst jafn, þá áttir að gjósa upp úr, sko. Áttir að gjósa, við erum til í þetta bara. Gjósa í Mosfellsbæ. Áfram gakk, Gaupi tekur við. Takk fyrir þetta, drengir. Staðan í hálfleik, Afturelding 13, FH 15. Við erum í handboltapassanum. Aðri leikir verða á sjónvarpi Símans og handboltapassanum auðvitað. Kristján Arason mættur á svæðið, sá mikli meistari. Hann lætur sig ekki vanta, var síðast þjálfari FH þegar liðið varð Íslandsmeistari. Árni Stefánsson var þarna líka fyrir framan hann. Mörg kunnuleg andlit í þessu húsi. Síðara hálfleikurinn er að hefjast. Gestirnir yfir Þorsteinn Leó Gunnarsson sem fór á kostum í síðasta leik. Búinn að skora 1 mark í þessum. Þeir hafa nánast verið með hann í rassvasanum. Símon Mikael markaðistur FH-inga. Hann er búinn að skora 5 mörk. Blær Hinriksson með 3 og Birkir Ben 3 fyrir Mosfellinga. Markvarslan verið blíðileg. Jóhann Kubobat kom inn á fyrir Mosfellinga í fyrri hálfleik og varði vel og nú er að sjá hvað Mosfellinga gera hér. Finnaði lausnir við varnarleik FH. Sjáum til. Síðara hálfleikurinn, hafinn dómararnir Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson. Frábærir báðir tveir. Mosfellingar þurfa að finna lausnir. Birgir áfram hann fyrir framann, kemur hátt upp á Þorsteinn Leó. Birgir Benediktsson og hann kemur bóttum á Blæ og hann út í horni. Þarna voru þeir heppnir. Ígor náði til knattarins og þeir halda sókninni á lífi og þetta er vel gert hjá Blæ. Frábær sending og markvarslan er stórkostleg. Daniel Freyr Andrésson. Þetta var frábærlega vel gert á Blæ, svo hann sprengdi bara upp alla vörninu þarna. Þetta er klálega sem þeir eru að fara að keyra á. Ótrúlega vel varið á Daniel sem að ætlar að jafna metin í 1-1. Það er nokkuð ljóst. Þá koma FH-ingarnir, sama byrjunarlið hjá þeim og var í upphafi leiksins. Aron Pálmarsson utan vallar fær hvíldina. Tekur væntanlega 10 mínútur í seinni ef ég þekki þá rétt FH-ingarna. Jóhannes Berg, Ásbjörn, Einar Bragi og þá Jóhannes, hann fer í árásina hér. Finnur línuna, frábær sending. Jón Bjarni kominn að blaða fyrsta marki sem hann skoraði þessu leik. 3 marka munur. Gestirnir leiða 16-13. Já, ég ætla að hafa orð á því að sóknarleikurinn væri aftur orðinn vandræðalegur, en þetta var stórkostlega vel gert hjá þeim. Það verður spennandi að sjá FH-ingarna núna. Þeir voru komin í rosa góðan takt sóknarlega. Þá koma Mosfellingar, Þorsteinn Leó Gunnarsson, Blær Hinriksson, búinn að vera sterkur. Birgir. Og frábær sending Jakob Aronsson. Og hann læði sig inn að línunni og skorar sitt annar mark í leiknum. Minka munn í 2 mörk, 14-16. Einar Bragi, klipping. Og línan gapandi frí. Og Ágúst setur boltan fram hjá markinu. Svona færi verða menn að nýta. Já, ég sammála því, þetta var mjög vel gert og hann nú ekki mikið í sókninni þess dagana. Þannig að hann hefði nú að klálega vilja setja þetta inn. Og Blær, Þorsteinn Leó við það að missa boltan en Ágúst Birgisson truflar hann þarna. Aukakast dæmt áfram með smjörið. 1600 áhorfendur hér að varma á uppselt með aðsókn, með tjöldi. Og hitastigið er að hækka, ég finn það er að koma þetta upp til okkar, það er að hækka. Og Þorsteinn í loftir og þarna þekkjum við Þorsteinn Leó Gunnarsson. Loksins kom markur þennan velli, hann minka munn í 1 mark, 15-16. Einar Bragi, Ásbjörn, það var einhvern veginn draga aðeins úr tempónu, en skipta á milli varnar og sóknar. Þetta var alvöru negla. Það er spurning hvort að kveiki í honum núna og fáum flugeldasýningu. Sjáum til, þeir eiga hann inni. Einar Bragi, frábær hreyfing. Ásbjörn, þeir ekki skoti, skynsamur er hann. Hans vörumerki. Og góð hugmynd þarna, þeir missa boltan. Og Mosfellingar geta jafna metin. Hér koma þeir hratt völlinn. Blær Hinriksson, Þorsteinn Leó. Alltaf í árásina, hættir við á Blær í gegn.
Og Þorsteinn Leó, hann tekur skotið, wow! Hann jafnar metin 16-16, hann gefst ekkert upp. Og Ágúst Birgisson inn á línunni, þetta er víti. Þetta er rosalega barátta maður. Ha? Þetta er svakalegur leikur. Sá fyrri var skemmtilegur en þessi er ennþá skemmtilegri. Staðan er jöfn 16-16. Heyrðu, Mosfellingar, þeir geta komist yfir. Eða hvað? Nei, það eru F-fáingar sem geta komist yfir. Fyrirgefið þeim. Aftur. Þetta er bara rætt, það er ekki skrítið að maður ruglist. Nei, það verður að ruglast aðeins en Símon Mikael búinn að skora 5 mörk, verið öruggur á línunni. En til varnar er meistari mikill Jóhann Kukoman í rammanum. Næstu leikur á sunnudag í sjónvarpi Símans, Kaplakriki, 19:40. Símon á línunni og Kukoman vér! Þvílík innkoma hjá Jóhann Kukoman. Þetta var étinn, þvílík markvarsla, sjáðu. Við sjáum líka hvað hann er rólegur í markinu, hann býður og býður eins lengi og hann mögulega getur. 16-16 er staðan. Já, hann líka heldur höndunum vel uppi litt og Daniel gerði á hann þegar hann varði í víti. Það er rosa mikilvægt. Blær, Birgir Benediktsson, Þorsteinn Leó, Blær missir boltann og Birgir Már nær honum. Jóhannes Magninni, þetta er fótur, eða hvað? Tvígrip segir hann. Tvígrip segir dómarinn. Nei, fótur. Já, þeim var hvort ekki að sín. En hvað það, staðan er ég afturönding 16, FH 16. Sjáum þetta hér. Já, þeir í legginn á honum. Já, greinilega. Og tvítök á þessum leik. Dómararnir, ekki til þeim að kvarta, leikt mikið, svona viljum við hafa þetta. Birgir Benediktsson og Blær. Einar Bragi til varnar, þetta frábær varnarmaður. Þetta er nefnilega málið, þetta er mjög klókt hjá F-fáingu. Nú eru þeir að setja Einar Braga í bakverðinu. Sjáðu treyjuna á leikaranum, hann er komin úr treyjun, það er bara að rífa hana. Er til önnur treyja, það er spurning. Já, ég ætla rétt að vona það. Og liðstjórinn þarf að grafa djúpt hérna í töfkunum svona sjáum við hérna. Heyrðu, hann hræðir hann bara úr treyjunni. Já. Spurning út að sé lélegt í þessu, ég veit þetta ekki. En 16-16 er staðan. Nú geta Mosfellingar komist yfir. Þetta hljóta að breytast. Niklas Sveinbjörn, Stefán Árnason, tenorinn frá Akureyri á hliðarlínunni. Blærinn búinn að finna treyju. Og Steini stóri, þetta er varinn. Daniel Freyr með frábæra vörslu þarna. Hann er búinn að lesa þetta eins og orðabók allan leikinn. Daniel Freyr verið frábær í rammanum. Frábær. Birgir Steinn. Birgir. Þorsteinn Leó. Hann var að hafna fram að skjóta. Birgir Steinn byrjaði leikinn mjög vel. Og Birgir sjáu þennan varnarleik. Daniel Matthíasson naut sterkur. Hann er ekki hávaxinn en sterkur er hann. Frábær. Sjáum hann hér. Afturhending 16, FH 16, 32-29 fór fyrsti leikurinn fyrir afturhendingu í Kaplakrika. Já, Danni er svona einn af þessum varnarmönnum sem að margir forðast. Það er ekki stóran sveif framjá. Hann og Gunni, þetta er svo dýrmætti varnarmenn sem geta farið hátt upp, klára maður og mann, hjálpa vörn líka mjög góðir. Og það Birgir, Þorsteinn Leó, Ágúst Birgisson og Þorsteinn kemur boltanum á Árna Braga Eyjólfsson. Þetta eru rosalega átök hérna. Já, varnarleikurinn FH er mjög góður akkurat þessa stundina. Svo sjáum við líka, sko, þetta er líka bara stöðu barátta inn á vellinu sem er yndislegt að horfa á. Alveg. Það er allir að selja sér dýrt í það. Og dómarnir hundar á stjórn. Þeir eru mjög rólegir og það er ánægilegt að sjá. Engin æsingur. Allt geta mikið til yfirvegur. Og þá er það Þorsteinn Leó Gunnarsson og Birgir Már aftan í hann. Tengaðan hann. Steini skoraði 2-3 mörk svona í seinasta leik. Ég sér hvað þeir eru tilbúinir, vil ég ekki fá svona mörk á sig. Vita vel á honum. Taka þetta allt á réttum stað. Dómarinn er klárinn, leikmennirnir líka. Og hér kemur sendingin og Þorsteinn skotin vekkurinn hyrðir. Hvað staðan í jöfn 16-16. 36 mínútur liðnar. Þetta er alvöru slagur hér. Alvöru slagur. Og Birgir, vel gert hjá Birgir en varnarleikurinn. Það er annað eins.
Það ein sending eftir. Þetta búið að vera marathónvörn hjá F-fáingunum. Og nú það Þorsteinn Leó, fyrir hann upp í skotið, hann lítur að gera það, hann gerir það, setur boltan yfir markið, Þorsteinn Leó Gunnarsson. F-fáingar, og tækifæri aftur til að komast markið yfir, en Kukovac með hvílík vaska, Jóhann Kukovac. Hvílík innkoma hjá Jóhanni, en einu sinni, við erum að sjá þetta endalaust, að komandi stelpur á bekknum, hjálpandi liðinu sínu. Frábær markmaður Jóhann Kukovac, staðan hér 16-16. Vinnum auðvitað á handkastið líka, þeir gera þetta síðan aftur drenginni þar. Við erum í handboltapassanum. Blær, Þorsteinn Leó, Birgir Benediktsson í yfirhandavindu. Skorar strákurinn. Fjórða markið frá honum, 17-16, vel gert. Og þegar þessi yfirhandafinta on hjá honum, það hún ill viðráðanleg. Sjáðu þetta. Þegar hann hittir á það, sjáum þetta hérna, hann nautsterkur, þetta 2 metra strákur og hann gerir þetta meistarlega vel, 17-16 með staðan, afturhending yfir. Menn að fara á límingunum hérna á varamannabekkjunum, báðum megin. F-fáingar ekki rúni, Einar Bragi, Ásbjörn. Jóhannes Berg, hann fer í yfirhandavindu, reynir skotum. Kukovac þeir hirða frákvæmstinn búið að flauta. Þarna voru dómararnir sekundum broti og fljótir. Já. Æ, maður veit svo sem ekkert hvert bolti snýst alltaf. Þeir eru mannlegir eins og við. Já. Allir gera myndum. Og Einar Bragi á skrefum Ásbjörn. Og Einar Bragi, Jóhannes Berg, dansar með knöttin hérna. Þetta vandræðilegt hjá FH. Þeir verða að losa þetta. Símon Mikael, en Kukovac með. Gamli maðurinn í markinu. Vá. Já, Símon ætlaði að lauma honum milli fótanna á honum, en hann sá við því, settist á rassinn og náði að svona fræki boltan. Vel gert. Og Jóhann Kukovac. Mosfeldingar geta náð 20 marka forystu í þessum leik. Já, við erum að sjá svona stemminguna færast vel yfir til þeirra. Og Birgir Benediktsson og brotið á Blæ Hinriksinni. Hinsmanns munur. Já, þeir Blær tók svona fullt harkalega til þess að halda Gústa þarna niður í blokkinni. Það er rétti dómarum bara að stoppa og þurrka þess. Og athyglisvert með Mosfeldingarna, sko. Þeir eru ekki að spila margar taktikar. Það eru 2-3 í gangi í hverjum einasta leik. Þeir eru ekki að flækja þetta mikið. Þeir spila þetta einfalt. Já, einfaldleikin alltaf bestu. Sérstaklega ef þú ert með svona svakalega skittu, þá mun börnin alltaf fyrir að bregðast einhvern veginn við og þá það bara spurning að lesa rétt úr þeim aðstæðum. Það svolítið planið þeirra. Já, Þorsteinn með 13 í síðasta leik. Hann með 3 mörk núna. Það mikið munum á því. Það bara himinn og hafn. En þeir eru samt yfir 17-16 og það afar vel gert hjá Gunnari Magnúsinni og Lærisveinum. Eftir að F-fáingar höfðu byrjað þetta mun betur og spila betur fyrri hálfleikinn. Þeir voru 2 mörkum yfir, 15-13. Ég sjá við stöðnavilla. Þorsteinn Leó Gunnarsson. Já, ég ánægður hvernig hann kemur til leiks í seinni hálfleik. Hann ekkert lítill í sér. Hann ætlar sér þetta. Og ég var að segja í hálfleik á hann að alvöru leikmenn ekki hægt að stoppa á. Það voru að Birgir. Það voru að mjög góður í þessu leik og hér kemur Þorsteinn. En boltinn í tréverkið. Ég gæti ekki séð að Danni hafi komið við boltanum. Nei, hann fór bara skeitin út á 130. Skeitin út, sjáum þetta hérna. Sjáu þegar að flikkið lyftir sér. Þetta er svakað. F-fáingar geta jafnað metin. Einar Bragi, Aron Pálmarsson enn utan vallar, kemur hann aftur við sögu, spilaði fyrir hálfleik, gerði það gott, gerði gír, eins og sagt er. Já, þeir eru auðvitað búin að velja mínútuna fyrir hann. Ásbjörn, Einar Bragi, klipping. Og aftur yfir, Einar Bragi fer ekki í árásina, Jóhannes Berg, Ásbjörn fer, ætlar að taka skarið, hending komin á lofti á dómarunum. Þeir finnst hér auka kast. Sko, þetta svipað vorum að sjá, fyrstu 10-15 mínútur áður en Aron kom inn á. Þetta eiginlega nákvæmlega sami leikur.
Jóhannes Ásbjörn, hann tekur gólskot, Kúkóband ekki í neinu vandræðum með þetta, hann mættur í vinnuna svo gamli. Heldur betur, en þú sér núna en FH í vandræðum taka mjög erfið skot og Kúkóband reynsa síðan restinu. Aron Pálmarsson farin að hita upp. Já. Áhorfendur á handboltapassanum. Býðið í Aron, hann kemur til leiks eftir örfáar mínútur. Kannski 2, 3 ár. Og Birgir með skoti, vekkurinn hirðir þetta og Blær hirðir þetta Blær Hinriksson. Búinn að vera frábær á skrefum þarna, dómarnir láta þetta átöluleikst. Þá er það Þorsteinn Leó Gunnarsson og kemur skoti hérna, boltinn í stöngina. Og FH-ingar geta jafnað metin. Einar Bragi farið aftan í hann þarna, Jóhannes Berg leikur nefnið áfram, ekki mark. 2 mínútur. Markið stendur þetta hér. Já, við hljótum að hlusta dómar núna. Númer 5. Þetta er rosalega. Þetta sjáum við þetta betur, hérna. Þetta er ekki mikil snerting. Nei, mér finnst að vera að veiða þetta. Hann stoppar og býður eftir honum, fær snertinguna og keyrir svo af stað. Ég skil reyna að vera svolítið pirraðan, hann er búinn að fá aldeilis að vinna fyrir því í dag. 17-17. Mosfeldingar á síðustu árum verið góðir í að vinna silfur, þeir vilja gull. Það er býsna erfitt. 17-17, 41 mínúta liðin. 41, segir klukkan. Já, ég meina þetta FH-lið er eitt best mannaðasta lið sem við höfum séð. Á síðustu árum, sammála því. Þannig að þetta er stórt próf hjá þeim, en þeir eru sjálfur rosalega góðir. Þannig að það er bara gaman fyrir okkur sem verður að njóta þess að horfa á. Skemmtilegt og það var það. Birgir Steinn, enginn Þorsteinn og hann er í kælingu. Kúkóband kemur að velli og þetta er aukakast. Þetta er mikill árekstur hér og Birgir og Daniel eiga þarna við. Það er mikill hæðarmunur og þyngdarmunur á þeim. Sjáum við hérna til. Já, hann keyrir inn í síðuna á hann og þetta er bara 2 mínútur. Dómarinn er auðvitað sjá ekki allt. Það er útilokað. Við sjáum þetta í endursýningu. Við sáum þetta heldur ekki þarna í byrjun. En staðan hér jafn 17 þvílíkur leik. Ég er svo ánægður með dómarna. Við erum samt ekki verið búin að reka út af allan leikin. Það hefur verið fullt að það er bara svo leiðilegu leikur að annar liðið er einu farið allan tíma. En þeir eru samt að ná stjórn á leiknum sem er eiginlega aðalatriði fyrir þá. Bara að sé allt í jafnvægi. Það snýst málið. Þá koma Mosfeldingar, Birgir Steinn, Blær. Birgir er ekki í skoti, sendingin afleitt. Jóhannes Berg yfir allan völlinn, kemur upp á mörk yfir. 4 mörk er hann komið með strákurinn. Já, og hann er komið núna 2 mörk og þeir eru að komast yfir núna í fyrsta skipti svolítið tíma. Svakalega mikilvægt fyrir FH. Nú reynir á Mosfeldingar. Reynir á Þorsteinn Leó ennþá utan vallar, 50 sekúndur í hann í það minnsta. Þá er það Birgir Steinn. Nú er þetta spurning hetjur og skúrka og Jakob Árásson gefur sér tíma. Hann skora og jafnar metin 18-18. Frábærlega gert hjá drengnum. Hann kom í viðtal við okkur þegar þeir unnu Valsarana og þá var hann að segja frá því hvernig Gústi Bjarnar kenndi honum að bíða. Svo sannarlega beið hann þarna. Heldur betur allan tíman. Allan tíman. Þá er hann komið til leiks. Aron Pálmarsson. Og finnur hvern. Jóhannes Berg og hann veður í gegn. Jóhannes og hann skorar 5 mörk frá honum. FH leiðir með 1 marki. Sjáu þið FH-ingana hérna. Þeir eru með á nótunum. Já, ég held að þeir séu búin að standa næstum allan leikinn. Hér er allir í stuði, ég sé að Hörður Magnússon, hann situr á leikinn. Hann hefur ekki orkið að standa. En staðan hér, Afturelding 18, FH 19, þvílík stemming. Birgir. Og Blær í gegn. Og misefnu sending hjá honum.
Þetta var klaufalega gert og F-fáingarnir vinna hennar bolta. Einar Bragi alveg brjálaður hérna, stendur yfir Birgi. Áfram, tilbaka, boltan í hér. Hendur hún á boltan, ég getur ekki meira. Hóðu, þú vingast hér. Einar Bragi brosti hann í kampinn, hann sko svo skemmtilegu karakter þessi strákur, hann bói, það svona bói í honum. Ekki spurning, hann búinn að vera að stíga þvílíkt upp í vörninn núna í seinni hálfleik, hún orðin svakaleg hjá F-fáingunum. Hann á stóra þátt í því. F-fá getur komist 2 mörkum yfir. Sigursteinn Ardal að ræða hann við Reynir Stefánsson, eftirlitsmann á þessum leik. Símon Mikael, Jóhannes Berg, Aron, tekur hann skotið í. Hann gerir það, en Kubo Madrid. Og Mosfellingar geta jafnað metin. Koma þér aftur á hvínandi siglingu. Þorsteinn Leó, aftur kominn inn á skrefum. Fær boltan aftur, hann verður að fara í loftið. Hann gerir það, skorar Þorsteinn Leó Gunnarsson. 4 mörk, 19. Þetta rosalegur leikur, sko. Og Jóhannes Berg, Pétur og hann skorar líka. Jóhannes Berg Andrason með 6 mörk. Þvílíkt eintak. Hann ekki komið 4 í röð? Ég held það. Jóhannes Berg að halda F-fáingum hér á lifi 4 í röð. Það staðfest. 19-20 staðan. Gestirnir og Hafnarfirðir leiða. Gunnar Magnússon, hann áhyggjufullur hérna á þriðarlínunni þar sem við enginn hinn í húsinu. Það komið móða á gleraugunni á hann. Birkir, Blær, Þorsteinn Leó og Blær. Frábærlega gert og Þorsteinn fer ekki skotið, brotið á honum, hann dettur í parkettið. Já, þeir eru að stíga vel upp í hann. Þú sér þeir eru svolítið síðan þeir hægt að stíga svona upp í 5-1. Það var svona að byrja að opna spörni full vel, en núna 6-0 gamla góða að tikka vel inn fyrir það og þeir eru alltaf sem við það. Já, þeir geta líka beitt mörgum afbröðum F-fáingarnir. Þeir eru vel þjálfaðir hjá Sigursteini Ardal, verið í góðu líkamlegu formi í allan vetur, verða að hæla F-fáingum fyrir formið sem þeir eru í. Já, ég sammála því. Alvöru íþróttamenn. Hóra Blær. Og finnur Birki, þetta svolítið þunglamalegt núna, hver ætlar að brjóta þennan hnút. Ég líður smá eins og að þessi komin einhver þreyta í afturheldingu, sérstaklega skyttuna. Já, ég get ekki séð betur. Þorsteinn alltaf að fara í árásinnar og leitandi, en Ágúst Birgisson meðan í gólfinu. Já. Og þá stendur stóri strákurinn upp sem við stundum kalla Steini litli. Já, það heldur ekkert grín að hvert einn skipti sem hann fær boltana þá eru komnir 2-3 leikmenn að andast í þér. Það drefur aðeins úr, en mér finnst líka sama með Birki, mér finnst hann líka svona aðeins. Hann búinn að taka nokkra mjög góðar árásir. Það spurning hvort þeir þurfi ekki að fá sér 1 vatnssopa og koma svo í lokakafla. Staðan hér Afturelding 19, FH 20. Þetta svo mikilvægur leikur, ekki síst fyrir Mosfellinga. Þeir vilja alls ekki tapa á heimavelli. F-fáingarnir sterkir í kriganum. Þar verða rúmlega 2000 áhorfendur á sunnudaginn. Það byrja að selja miða, það alltaf bara vitlaust. Þorsteinn, þetta hér við Þorsteinn Leó Gunnarsson. Og tíminn stöðvar, ég ætla rétt að vona hann hafi ekki meðst þarna í árásinni. Þetta leit ekki vel út. Bergi, sástu eitthvað eða? Já. Þetta kemur þetta aftur. Já. Einar Bragi náttúrulega, hann ríkur í hann. Þeir átti í skjáinn sýnist mér, þeir átti í Varsjána. Dómararnir eða hvað? Þeir ætla að skoða þetta. Ég er 100% sammála því að það er erfitt að sjá þetta. En dómararnir fá hér tíma til að skoða þetta atvik. Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson, þeir hafa dæmt þennan leik vel strákarnir. En stemmingin maður minn í þessu húsi, hún rosaleg. Afturelding 19, FH 20 sjáum við aftur. Þeir náttúrulega búin að hanga á fólkinu með á Gunnarssoni allan leikinn. Sjáum þetta Einar Bragi, sjáum hérna fer hann í, en hann slær hann þarna, hann slær hann. Spurning hvort hann sleppir með skrekkinn þarna, þetta er greinilegt. Já, hann stígur virðist vera líka fyrir hann og hann stígur á fótinn á hann. Já, það er greinilegt og spurning hvort hann fái 2 mínútur, ég held að sé nú ekkert alvarlega en það, nei. Nei, þetta er í mesta lagi 2 mínútur. Já, mesta lagi, en staðan hér er Afturelding 19, FH 20, svo við ítrykkum það enn og aftur, við erum í passanum, við erum í handbolta.
passanum sem hefur verið guðdómlegur 4.000 áskrifundur á þessari leikir verða fleira þeirri næstu og ótrúlegt andrúmsloft. Það er svo gaman að vera vitni að þessu í handboltanum. Engin leið að sjá þetta eða hvað segja dómararnir koma hérna tilbaka. Þeir hafa tekið ákvörðun. Hann bara áfram með smjörið. Engin leið að sjá þetta. Engin auglýsingur það. Þeir hefðu sagt það þegar þeir voru að skoða þetta. Engin leið að sjá þetta og Þorsteinn Leó Gunnarsson. Sjáðu drenginn hér, þessi magnaði strákur með 4 mörk. Þeir hafa nánast verið neðan í skrúfstykki allan leikinn. Það er líka bara það sem þarf. Þú verður að bara vaða út í hann, annars stekkur hann bara upp og skýtur. Og hvað gerir Þorsteinn? Hann setur boltann í stöngina, aðeins var það að draga af honum eismasmunur. Og F-áðingar fá tækifæri til að komast 2 mörkum yfir en Mosfeldingar hafa leikið vel varnarlega. Eru þar sterkir. Aron kemur aftur til skjálana. Það er samt alveg magnað að sjá hvað hann nær ótrúlega góðu skoti þrátt fyrir að allir rjúki út í hann. En algjörlega ljóst að svona leiki taka mikla orku líkamlega og líka andlega. Aron, þetta er alltaf að vera að skjóta. Jóhannes gerir það en Kukobat ver. Jóhann Kukobat búinn að vera stórkostlegur í markinu og Mosfeldingar geta núna jafna metin. Þorsteinn Leó Gunnarsson og Blær kemur boltanum á Ígor Kobesinski og hann klikkar bara ekki í skoti sá drengur. Hann er rosalegur, sko Gaupi, það er eitt sem við erum ekki búin að ræða kannski, en af hverju eru þeir ekki að koma hornamönnunum meir í leikinn? Þeir eru með stórkostlega hornamenn. Árni Bragi er ekkert síður í hinum megin og eins og hann segir, Ígor klikkar aldrei úr skoti nema hvað ótrúlegt gerist. Góður punktur, 3. marki fyrir honum, staðan í 20-20 þjálfari Mosfeldingi í fótboltanum. Mættur á svæði hér, allir íbúa bæjarins. Og Aron Pálmarsson, þetta er vel spilað og Ásbjörn Friðriksson skorar. Ásbjörn með 5 mörk og F-áðingar leiða eins marks munur. Það er einhver smá reikistefna hérna við miðjupunktinn. Með þetta í huga, ég var ekki 100% sannfærður, skilur mig, að væri þetta ekki öllum auglum. Sjáum þetta hérna. Þarna keyrir hann í manninn, Gunni Malla náttúrulega klókur er að reyna að fiska Ásbjörn þarna í smá vesen. Já, menn er að beita öllum bröðum í dag. Já, það er bara eins og það er. Já, að vera að kafa djúpt í bræðabókina. Eins marksmunum, aftur um 20, FH 21. Sko, þetta er svo spennandi. Ég titra í stofnum, ég er ekki að grína. En núna er það bara þannig að svona leikir ráðast oft á smáatriðum, en ekki stóratriðin. Blær, Þorsteinn Leó. Frábær vörn. Netinum og Einar Bragi grýtur honum fram. Tvígrip segja þeir hérna, taka þetta á réttum stað. Áfram með leikinn, Einar Bragi aftur, Jóhannes Berg. Einar Bragi er að gera varnarleikinn alveg frábærlega. Þetta geta stólið boltanum að einhverju sem er driblandi, er engin smá eiginleiki og þetta er þessi litlu hluti sem skipta svo miklu máli. Þess að ég talaði þá er hann kominn aftur, Aron Pálmarsson. Það er hér örfáar mínútur, hann leggur sig fram í þetta og þá er það Ásbjörn. Jóhannes Berg og Aron er að reyna að opna fyrir Ásbjörn Friðriksson eins og áðan. Hann munaði engu þetta tækist. Og Jakob Aronsson áður óður þarna, hann berst eins og brennandi ljón. Hann er alveg upp í haugum og hann þolir ekki að tappa fyrir FH. Þú sér bara nærvera Arons að skapa sko dauða færi, þannig að hann voru algjörlega búin að opna alla völlir. Reyndar sýnist mér að Árni Bragi hafi verið klemdur hans bakarlega sko. Þvílík stemming hérna í pöllunum. Þetta er algjörlega magnað að fylgjast með þessu. 20-21 er staðan. Aron Pálmarsson. Jóhannes Berg. Aron. Og þarna var hann heppinn að fá ekki á því ruðning. Gunni er svo góður hann í vörninni sko. Hann tekur Jón Bjarnar fyrst, svo Aron, svo næsta.
Jóhannesberg og Aron með skotmark góðunum. Ég var að bíða eftir þessu þriðja marki frá honum. 2 marka munur, 20-22. Aron Pálmason að skora. Læðir honum í hornið fjær. Þetta er lauma 12 mínútur eftir 2 marka munur. Mósundingar hvergi nærri hættir í þessum leik. Þeir geta líka munni 1 mark. Nei, þeir eru búin að spila svakalega vel í þessum leik. Og þá er að Blær og Birgir fara að leik. Þetta er víti og 2 eða hvað? Já, jú, þetta er alltaf 2 mínútur. Póþétt. Birgir Benediktsson hann í hálflátunum. Átökin í leiknum eru svaka. Það er gaman að sjá Birgi í dag. Hann er búinn að vera hrikalega áreiðinn. Hann er búinn að ráðast líka í báðar áttir. Hvað getur þú sagt? Sína gaman kunna takta. Já, ég held það. Þetta er alltaf sterkur varnarlega en þetta gerir hann vel stóru strákur og þetta er sniðglíma á lofti og Sigtryggur vann. Það var sagt í gamla daga og hann leggst hérna í parkettið og sjúkraþjálfarinn þarf að huga á honum 2 marka munur 20-22. Já. Alltaf dómararnir að fara í skjáin inn á ferðina. Ég myndi, ég er mjög ánægð með þetta. Nýta hvort tíman hann liggur. Þannig að nýta tíman til að kíkja á þetta. En við vonum að hann sé heill og sé ekkert að. Við viljum hafa alla bestu leikmenn inn á vellinum. Þannig viljum við hafa það. Þannig er það bara. Dómararnir fara og skoða þetta. Þóttur Leó Gunnarsson fyrir að gera sig kláran aftur með 4 mörk. Þeir hafa verið með hann í skrúfstykki allan leikinn. Þetta er búið að vera harður leik. Svakalega harður leikur og þetta er sá harðasti sem ég hef séð á Íslandsmótinu þessu ári. Sjáum þetta hérna, þessi rosalega átök hérna, sjáu þetta. Þetta er sniðglíma á lofti og hann Stenlá. Þetta hefði þótt gott í fjölbaraglímu. Sko, ég verð að viðurkenna núna, ég er ekki alveg með þessa reglu á hreinu. Séu hvernig að Stígur skrefi fyrir hann inn í svæðið. Ef þetta væri hornamaður, þá væri þetta nú, að þetta var 100% 2 mínútur, möguleika meira, en þetta er annars svæði, ég veit ekki hvernig ég meta þetta. Dómararnir eru að skoða þetta og það er spurning hvaða ákvörðun þeir taka. 2 marka munur, hann Stígur hann fyrir hann, þetta er þetta hættulegt. Já, ég meina þetta er bara svakalega bylti sem það fjekk. Þeir eru snöggir að taka ákvörðun. Ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt. Hef ekki hugmynd. Koma hérna á vettvang og láta eftirlitsmanninn vita. Já, 2 mínútur, já. Þetta er bara... Þetta er vel dæmt. Já. Heyrðu, það eru allir stafnir upp að hinum minn, nema Frýr. Það var stóra skrefið þarna í lokin sem að henda honum út á væntanlega. Það er það sem að gerir útslagið. Já. En hvað er það? 2 marka munur hér. 12 mínútur eftir. Þetta er rosalegur slagur. Blær búinn að vera öruggur á punktinum, Já. nema áðan þegar Danni var því. En nú verður hann að skora. Hann verður að skora. Og hann gerir það, Blær Hinriksson. 4 mörk á Blær, 21-22. Ég hefur fundist Blær stíga mikið upp í lokaköflunum í þessum stóru leikjum. Hann er svo sterkur karakter, þannig ég er svo spenntur að fylgjast með hann núna, senstu 10. Nú ræðist þetta. Áhorfandi góður í handboltabastanum. Úrslitin ráðast á næstu 10 mínútum. Og staðan afturöndi 21, FH 22. Nær FH að jafna mennin. Aron. Og Jóhannes Berg og það með þvílík varsla. Hann er búinn að vera rosalegur. Algjörlega magnaður í rammanum. Sjáum þetta hérna, þetta er bara ríkalega vel varið. Já, sjáu hvað hann er þolinmóður, hvað hann stendur og er í sterkri stöðu og klárar sér hann bara almennilega. Það er Aron, hann er erfiður. Jóhannes Berg tekur snúninginn. Kúkaball ver, en það er víti. Hann getur ekki hægt að verja, það er bara svoleiðis. Nú voru að sjá. Veran víti. Símon Mikael. Með 5 mörk í þessu leik. Jóhannes Berg, markahæstur hjá FH-ingum. Hann er með 6 mörk, Þorsteinn Leó 4 eins og Blær og Birgir hjá Afturendingu. Ég vil sjá Símon gefa sér aðeins meiri tíma heldur en hann gerði í seinasta víti. Já, ég ætla ekki að lofa því að hann gerir það. Ég var að segja snúning út af þeim. Sjáum til. Nei, Og hann skorar. mjög gott víti. Miklu öryggi. 6 mörk á Símon Mikael. 2 marka munur 21-23.
Frábær leikur hér sem við erum að fylgjast með í handboltafantanum. 21-23. Þorvaldur Tryggvason kominn inn á línu núna þessa stundina og að reyna að brjóta þetta aðeins upp. Já, 7-5, það hefur gengið vel fyrir þá. Heldur betur Þorsteinn Leó. Á hverjum kvikna núna að loka kaflanum. Árni Bragi. Og Þorsteinn. Og hann tekur skot! Wow! 5 mörk! Það þarf tækni til að gera þetta. Einsmarks munur 22-23. Þvílíkur maður! Horfðu á þetta, sjá. Ég er hreinlega vorkinni áhorfendur hérna niður í pöllunum. Þeir eru að fara yfir margir hverjir. Þeir geta varla hort á leikinn. Þeir eru 2 hangandi í honum og hann fór hann réttir hendin út og smellir honum inn. Vá, maður. Ásbjörn. Aron. Já. Og Bjarni inn á línunni. Aron Pálmarsson með skotin. 4 mörk á honum. 22-24. Hann er leikbreytir hér fyrir FH. Hann er leikbreytir. Já, ég menna ekki spurning. Þetta er bara að vita þessu strák inn á vellinum seinustu mínúturnar. Það gefur FH einhver svo mikið sjálfstraust. En mér finnst Afturelding geggjaði núna. Ég er ótrúlega ánægður hvernig þeir eru að koma inn í þetta. Og þetta er bara algjör stál í stál. Birgir, þá Blær komið hann í árásina, fer hann alla leið, nær því ekki, brotið á honum, auka kast, 22-24, 8 mínútur eftir af leiknum. Þorsteinn Leó, Blær Hinriksson og hann var skotin í gegn og þeir eru rægir núna. Brotið á Birgi, Einar Bragi gerir það, dómarinn halda áfram að leyfa eins mikið og þeir mögulega geta. Þú sér, núna eru þeir byrjað að stígu upp og þetta er allt annað þegar Einar Bragi er komin í bakverðina á móti Blær, þá er Blær ekki að komast inn á svæði jafn auðvitað eins og hann var að gera með Gústa. Þannig að ég hugsa þeir haldi áfram að gera þetta. Það er að kveikna á steina og þeir vilja ekki að það verði eitthvað risastórt. Nei, Þorsteinn Leó kom með 5 mörk í þessum leik, 13 í síðasta. Og hvað gerir það núna stóri þrákurinn fyrir Blær og Blær út í hotnið á Ígor! Ígor komið sínsku skorar, Ígor byrjir í 1 mark. Heyrðu, hann hendi bara í löfleita skotstúring strákurinn. Alveg svakaleg tækni, sjá þetta hérna. Vá! Algjörlega magnað. 23-24, nú þurfa þeir að vinna boltann. Já, Afturelding er ekki að gefa neitt eftir. Þeir ætla sér að taka hennar leik. Við höfum að fylgja með þessum strákum, Þorsteinn Aron Pálmarsson, Jóhannes Berg, Aron. Jóhannes verið sterkur. Og þetta er vel spilað. Auka kast, varnarleikurinn hendur fyrir að klæða Jóhannes Berg úr treyjunni. Það er til leið, má reyna þetta. Þvílík spenna hér á lokakaflanum hér. Já sko, nú eru þeir að svara hörkunni hinum megin. Það er að svara í sömu mitt. Já, ég elska það. Enginn afsláttur gefinn hér, það á ekki að gefa afslátt. Þeir eru að róa þá hérna á bekknum, biðja mennum að sittast niður. Sigursteinn Arnar biður leikli, tala við sína drengi, spennan, verð stigmagnandi hér, einsmarksmunur. Við erum að fara í loka átökin í þessum leik. Bjarni Friðsson. Já, eru að reyna að hlusta eða? Ég heyri ekki neitt. Ég er ánægður með þetta leikli á Steinar. Því að hann er að fara að tapa þessu leikli eftir 1,5 mínútu. Þannig að núna hefur hann góðan tíma til að skipuleggja þetta skotið. Þetta getur verið rosalega þægilegt. Það kemur ekki skot. Sáum það undir lok fyrir hálfleiks og hann á loka orðið, hann ákveður hvað á að gera. Ég veist það líka bara styrkleiki á þjálfarnum með svona leikmenn líka bara eins og Ása. Þeir eru inn á vellinu, þeir eru að sjá stöðunar oft betur en Steini jafnvel. Já, ég er alveg sammála því en staðan er 23-24, einsmarksmunur
Stefán Árnason fann að stjórna umferðinni hérna á Áhorfendavöllunum. Já, hann vil fá alla fætur og ég er sammála honum. Allir á fætur. Stuðningur skiptir svo miklu máli í þessari stöðu. Hann getur fleittið svo langt yfir erfiðustu hjallana. Já, ekki spurning. Hann getur gefið þetta ekstra. Aron fyrir í árásina. Jónes setur boltan í nærhornið. Þetta er frábærlega gert. 7 mörk, hann er búinn að vera magnaður. Tveggja marka munur. Stórkostlegur hérna í seinni hálfleik. Ég er svo ánægð með þetta. Já, ég kallaði eftir því fyrir leik að hann myndi stígu upp. Hann átti ekki koma að segja eftir leik, en núna er hann að sýna. Þetta er alvöru leikmaður. Nú er stutt á milli leikja. Næsti á sunnudag. Tveggja marka munur. 23-25. Þorsteinn Leó styrkir þessu upp hérna á miðjunni. Birgir Bendirsson glæðir upp í vinstra megin. Enginn Birgir Steinn, höfum ekki séð hann lengi. Og þetta er frábært! Hvað er að gera, Bubbi? Hvað er að gera? Heyrðu, þetta er viðstöðulaus. 24-25, hann tók hann viðstöðulaus. Ég minn eini. Eins marks munur, 24-25. Þetta er ótrúlega vel gert. Ég er svo hrifinn á honum. Ég dáist af þessum leik. Eins marks munur, 24-25. Hér er aflagt í sölunum. Ásbjörn. Aron. Afturölding er ekkert að fara. Þeir ætlar ekki að fara. Og Aron er skot og Kukoman með! Jóhann Kukoman. Sá er búinn að vera sterkur í markinu. Já, það er einhvern veginn með hann. Hann er svo góður í stóru stundum. Hann er svo góður í stóru Sjáðu, leikjum. hann stendur, hann bíður, hann er svo rólegur, hann þekkir þetta. Mósveldingar geta jafnan metin. Svo er þetta bara svo góður drengur, maður heldur svo mikið með hann. Menn eru orðin náföður hérna í stúkunum báðum megin og hér stýra menn umferðinni og Gunnar tekur leikir Magnússon. Já, en leikmenni, þeir vita hvað klukkan slær. Þeir eru með sitt upp á tíð. Mér finnst allir leikmenni vera einhvern veginn gíraðir og tilbúnir í þennan kafla sem er framöndan. Svakalegur slagur, nú er farið yfir. Hvað skal gera? Ég sko... Tuttugu 25. Já, sko, Gunni, ég er einn sammála honum líður ekkert. Leikurinn í góðu jafnvægi fyrir bæði lið. Bæði lið er á góðu róli. Þannig er hann bara aðeins að svona ná mönnum niður, nústilla spennustigi, gefa mönnum vatn að drekka, leggja í næstu taktík. Mikilvæg sókn framöndan hjá Mósvelding og þeir geta jafnað metin. Staðan er 24-25, sveiflurnar í þessu leik verið talsverðar. Það er allir staðnir á fætur. Hver einasti maður og einhverjir farnir. Pottit einhverjir heima líka, staðnir á fætur. Og þá Steindís skotið og skorar sitt 7. mark og jafnar metin 25-25. Vá, og Jóhann Eldberg brotið á hann í skotinu. Kukoman verð þetta 5 mínútur eftir. Staðan er jöfn 25-25. Þetta er rosalegur slagur. Þetta er rosalegur leikur. Þetta er akkurat þess að við viljum hafa þetta. Stefán Árnason að ganga á góðlónu hérna niður á hliðarlínunni. Hér tekur á skari hér Ásbjörn. Hörðu þessi maður hér. Aron inn á línuna og þetta er bara í víti. Aron Pálmarsson, auðvitað, hann stýrir þessu eins og algjör meistari. Þetta þarf að skora úr vítunum. Nú skiptaður markvörð Brynjar Vignir Sigurjónsson freistar þess að verja frá Símon Mikael. Kukoman búinn að vera stórkostlegur. Staðan er 25-25. Sko, mér hefur fundist skiptingarnar hjá markvörðum í Mosó. Mér finnst þetta ganga svo vel. Ég ætla að Stojan kom inn á og verja þetta víti.
Sjáum til, það pressa á unga manninum sem kom úr HK. Símon Mikael Guðjónsson. Hann kaldur. Það er afburðar tíðin þetta. Og hann skorar, sá var svellkaldur, 7 mörk hann komið með eins og Jóhannes Berg, fyrri markahæstir. 25-26, Þorsteinn með 7 fyrir Mosfellinga. Hann getur jafna metin. Þú sér, þetta eru unga strákarnir sem að stela senunni. Líkt sem við erum rík sem handboltaþjóð. Já, ég hef sagt að það er mikið efniviður sem við eigum og fullt af strákum að leiðinni. Já. Blær, Birgir. Og Birgir kemur boltanum á Blær og hann í gegn og hann skorar. Nei, þetta er Ruðvík. Þeir dæma Ruðvík. Þarna verður Birkir að skjóta. Hann er kominn langt inn í punktanum með einfalda blokk fyrir framan sig. Hann verður að taka þetta skot. Blær Hinriðsson, longsvinginn, dæmdur á að Ruðvíkur hann að dómarinn með þetta hreinu. Það er einstakmunur mark núna þegar langt með þetta fyrir FH. Sjáum stuðningsmenn Mosfellinga, þeir eru Mosfellinga, þeir gefa sig knut en hann áfram að styrkja og styðja sína menn. Aron Pálmarsson setur boltan í vínkilinn. Hann hefði að geta klára leikinn með því að skora. Hann er staðinn á fætur, hann er að drepast í nárónakatinn. Þvílíkur meistari. Já, hann er að fá kláran að leik. Já, hann gerir það, hann ætlar sér bara að vinna leikinn. Brosir í kampinn hér. Hann er fingurbrotin líka, það skiptir engum máli, hann finnur ekkert yfir því. Veistu það, ég held að fólki heima í stofunni, það veit ekki hversu mikið þessi strákar er að leggja á sig og við hvað aðstæður þeir eru oft að spila við. Drepast, stinga og fanga en þeir fórna sér alltaf. Það er rosalegt. 25-26. Mosfellinga leiddi með 2 mörkum í hálfleik. Gerum þetta upp eftir leik. Er stuð, hér er stemning, hraði, kraftur, spenna. Aftur. Aron, hann hangir í Aroni Pálmarssyni en hann fer á leið og rennur síðan á höfuðið skorar 15 mark, 25-27, hann er rosalegur. Birgir Benediktsson og Þorsteinn Leó og Daniel Freyr vel frá honum í dauðafæri. Þannig er Danni að klára leikinn, sveimir þá fyrir FH, eru þeir að jafna metin. Það lítur út fyrir það, en þetta er svolítið svipað og gerðist í fyrri leik með Jóhann kemur inn á og verið sem 4 skot í lokin. Það er svona atvik sem skipta skopum í þessu leikjum og ræðir yfirleitt úrslitin. Einhver dettur, einhver ver eitthvað. 25-27, klukkan tifar, tíminn líður, Ásbjörn Aron. Aftur Aron Pálmarsson, hann er að klára þennan leik, 25-28, 3 marka munur. Sem er þá Mosfellingar. Ég finna pælt í það að vera með svona gaur í liðinu. Hafa leikið vel en þessi maður, Aron Pálmarsson, hann er bara engum líkur, sjáuðu þetta. Hann tekur af skarið, hann klárar þetta. Heyrim í Gunnar Magn. FH-ingar er að jafna metin eftir að hafa tapað 32-29 á heimavelli. En þessi innkoma Arons breytir allir dýnamíkin í vörninu afturhaldingu líka fyrir næstu leiki í þessari seríu. Þeir get ekki leyft sér að liggja svona aftarlega eins og þeir eru búin að gera. Í síðustu leikjum, þeir leyfðu sér það gegn Val, gekk upp, síðasta leikjum FH gekk upp, en það gengur ekki upp hér. Nei, það bara gengur ekki upp. Og þeir eru að fara að breyta einhverju klálega fyrir næsta leik ef þeir gera ekki núna á næstu þessi seinustu 2. Sem verður á sunnudagskvöldið í Kaplakrika í Hafnarfirði á sjónvarpi Símans. Þorsteinn Blær, þeir verða að skora fljótt og Birgir, hann verður að taka skot en hann gerir það bara ekki. Hann er alveg hættur í því. Hér kemur yfirhandavindan. Árni Bragi fellur við. Liggur í parkettinu 1,5 mínúta eftir. FH-ingarnir eru að jafna metin í þessu heimi. Og sjáu þetta! Þetta er rosalegt!
Jakob Aronsson með gamla takta, hann skorar 26-28, hann bara frábær þessi drengur, hann stórkostur. Það nefnilega Páli, hann ekkert eðlilega góður. En hann hleypir smá lífi í þetta ekkert búið. Við höfum séð ótrúlega hluti gerast en að skora 2 mörk á 1,5 mínútu. En nú liggja það bara á boltanum, þeir vinna tíma 26-28, það algjörlega klárt mál, ég sannfærður það. En þetta heppnaðist næstu í F-fæðingunum að breyta þarna og fara í 5-1 vörn eftir leikliði hjá Mosó. Þeir náðu klálega að fippa á aðeins. Heldur betur. Og það koma. Já, þeir verða að vinna boltan, þeir verða að gera eitthvað. F-fæðingarnir nú verður að taka sénsa. Skori F núna, þá þetta búið, það klart. Jóhannesberg, búinn að vera magnaður. Aron, Ástur. Og Jóhannes. Og Ási, Símon Mikael og Ási klókur sækir þetta aukakast mínúta eftir 26-28. Sigurður Ardal segir, gerið árás, farið í árásir og Jóhannes Berg, hann missir boltan, Kókóball sem búinn að vera magnaður, kemur boltanum á Birki, nú þurfa að vera fljótir völdin, setja eitt strax, skjóttu á markið, það gerir hver, þessi hér, Þorsteinn Leó, nei hann gerir það ekki. Hann missir boltan, aukakast 26-28. Þeir eru ekki með línumann inn á. Og Þorsteinn Daniel Freyr með 26-28, 30 sekundur eftir. FH að jafna metin í einvíginu. Þá það Símon Mikael. Birgir Márinn úr horninu, setur boltan í stöngina. Og þá það Birgir Steinn og Blær. Já, Blær Hinriðsson skorar 5 mörk á Blær, 27-28, einsmannsmunur 7. Tíminn er úti, 27-28 eru lokatölur í þessum leik. Bjarni Friðsson, þetta er ótrúlegt, ég held að það sé algjörlega ljóst að Aron Pálmarsson kom, sá og sigraði. Það er leiklið. Það er leiklið, býttu hver tók leiklið? Steini, F-fæðingarnir tóku leiklið. Ok, ég held að þetta væri búið. Já, þetta var búið. Og dómararnir er að hérna við eftirleiksmanninn og Steini gefur skilaboðum til sinna manna. Já, hann afsakar þetta, sýnist mér. Já, hann afsakar þetta og kannski ekki nema von, en staðan er 27-28 að vera vantanlega lokatölur leiksins. Klukkan tímar, tími niður, þetta er búið. Taka á þetta stað, drengir mínir, áhorfendur, sumir hverju vonsvegnir, F-fæðingar hins vegar himinlífandi, þeir fá annan leik í Kriganum á sunnudag 19:40, þar verður uppsett. Já, við erum síðan að fá annan leik hér. Já, heldur betur, við fáum nóga leikinn. Og hér er þetta búinn, eins og ég sagði, 27-28 lokatölur í þessu leik. Bjarni Friðsson, en við drögum þetta saman. Þorsteinn Leó, hann skorar 7 mörk í þessu leik. Hann var 13 í síðasta. Blær var með 5. Ígor 4 eins og Birkir Bendirsson. Markast var góð hjá Norðlendingum, en sóknarleikurinn, hann tikkaði ekki eins vel. Já, ég meina, mér fannst Þorsteinn gera rosa vel úr því sem hann fékk. En það var náttúrulega verið að stíga mikið út fyrir hann og það var verið að opnast fyrir alla hina. Í grunninn var þetta bara stórkostlegu leikur og bæði lið geta verið ánægð með spilamennskunni sína. Já, og Ingvar er hérna niður á gólfinu og hann er búinn að koma Árna Braga Eyjólfsson og hann ætlar að taka hann hérna í létt viðtal. Ingvar minn, yfir til þín. Allir bara í hversu svekkjandi einsmannstap og ég veit að þeir lögðu mikið í sölundar og frábær stemning að klára þetta og komast í 2-0 en hvað getur maður sagt? Ég get lítið sagt, þetta er bara 2 hörkulið og þú veist, þetta er þreytt að tala um hann alltaf en ég meina eini munurinn núna var bara Aron Pálmarsson, skilur við erum með restina, við þurfum að finna leið til að stoppa hann. Við þurfum að leggjast vel yfir það fyrir næsta fundi, við bara gerðum það ekki nógu vel í dag, þannig að eins og ég segi, þetta er eini munurinn í þessum leik sko, er bara hann. En ég meina, gerðu þið ráð fyrir að fara að spila? Var eins og það slegið ykkur svolítið út af læginu? Þetta er frábær og allt það? Já, það er alveg óþolandi sko. Við undirbúum alla vikuna eins og hann væri með. Ákveðna áherslu svolítið að vera með ef hann væri með og bara, þú veist, hann er bara eins og hver annar leikmaður og við vorum frábæri í vörðinu fyrstu 10 þegar hann var ekki inn á. Svo kemur hann inn á og það kemur smá kafli sem í brasi en svo smellur þetta alveg. Og eins og sér, svo endar þetta bara í einu marki, skilju, þannig að þetta er bara hörkulið.
Hvað þurfa að gera fyrir næsta leik á sunnudaginn? Við þurfum að loka fyrir línusettingar, númer 1, 2 og 3. Þú veist, við vorum, og gólfskotinu á Aroni. Þeir voru bara, þú veist, ef við stigum út, þá var línan laus og ef við stigum ekki út, þá skaut hann yfir okkur. Þannig að það bara það sem við þurfum að gera fyrir sunnudaginn. Já, við ætlum ekki að hafa þetta flóknar þetta, bara takk fyrir að gefa tíma og gangi vel í næsta leik. Takk. Bjarni, sko, Jóhannes Berg, hann með 7, Símon Mikael 7, þeir voru sterkir í liði FH-inga, en Aron Pálmarsson, hann maðurinn sem í raun gerir útslagið í þessum leik. Línusettingar, mörkin sem hann skoraði voru guldsíkindi. Já, og hann reis bara alltaf upp þegar þurfti á því að halda. Það ekkert auðvelt að sitja bara eitthvað á bekknum og koma þegar mest á reynir og skila mörkum og stóðsendingum og eitthvað, en hann gerði þetta bara svo auðveldlega og hann gaf svo mikið sjálfstraust á alla hina, einhvern veginn eins og við ok, hann komin inn á og þetta verður allt í lagi. Svolítið þannig. En mér langar að tala Jóhannes Berg, hvílíkur kafli sem hann tók í seinni hálfleik. Þegar áður en Aron kemur inn á, þá voru þeir með sig einu marki yfir, þöks í honum, hann skoraði 4 eða 5 mörk í röð. En hvað segir þetta okkur fyrir leikinn sem framöndan á sunnudagskvöldið? Bara fullt hús, sturlustemming, ennþá meiri hiti og ég veit ekki, við erum að fara að horfa á einvígi sem að verður örugglega í marga ára manna minnum. Bjarni Friðsson, ég ætla að leipa niður á gólfið til hans Ingvars. Við erum að fá fleiri menn hér í viðtöl, en þessi leikur algjörlega magnaður. 13-15 stóðu leikar í hálfleik, 27-28 urðu loka tölur. FH-ingarnir komu, sáu og sigruðu og sýndu hvers þeir eru megnugir og algjörlega magnaður leikur. Ingvar klár eftir andartak hérna niður á gólfi, en við erum að fá viðtöl hér fleiri í hús. Bjarni Friðsson á leiðinni niður, við erum í handboltapassanum. FH-ingar voru að jafna metin í úrslitaeinvíginu Íslandsmeistaratitilinn í handbolta og við sjáum hér dagskrána sem framöndan. Leikur 3 FH Afturelding Síminn, leikur 4 Afturelding FH Síminn, og ef það verður 5. leikur þá verður hann einnig sýndur á Símanum. Þetta var eini leikurinn sem við sýndum bara í handboltapassanum, en það alltaf verið að klárt hérna niður á gólfinu. Menn að gera sig klára, það var aðeins að vera að sminka menn og laga þá til, en þessi leikur hér var stórkostleg skemmtun, en Mosfellingar eiga heiðurskýrin fyrir umgjörð, fyrir hvernig utanáhaldið var þennan leik. Hér voru 1600 manns, það var met aðsókn, og aldrei verið fleiri áhorfendur í þessu húsi, hvorki fyrr né síðar. En Ingvar klár niður á gólfi, yfir til þín, gjörðu svo vel minn kæri. Hald ég, við erum hér beint eftir leik, búin að góma þjálfaran og fyrirliðan Aron Pálmarsson. Aron, byrjum á þér. Kemur inn í leikinn eftir nokkra mínútur, einhvern veginn gjörbreytir stemningun í leiknum, fannst þú þetta sjálfur? Að þú hefði bara einhvern veginn sett Aftureldingu svolítið á lappirnar, bara á hælana? Veit ekki, já, ég held að þeim hefði ekkert liðið allt of vel með þegar við, algjörlega sko, við spiluðum eiginlega sama kerfi alla leikinn, eða ég, eftir ég kom inn á, þannig að þeim liður örugglega ekkert allt of vel með það. Ég maður bara vildi koma inn og taka yfir leikinn, maður hefur gert það nokkrum sinnum og fannst það aðeins þurfa og við bara, mér fannst við að gera vel á það. Akkurat, Steini, hvernig metur þú þetta augnablik? Þetta var svona bara algjört jafnræði, fannst okkur sem vorum að horfa á, og svo einhvern veginn takk þetta svolítið yfir og það eins og þeir hafi ekki almennilega búist við Aroni, og hvað þá með þennan kraft? Ég veit náttúrulega ekkert ykkur þeir byggust og spáði svo sem lítið í því, en bara þetta alveg búið að vera flókið, og Aron náttúrulega hróskilið fyrir hans innkomu í dag, en þetta búið að vera erfitt upp á það að við höfum ekkert vitað, bara við vissum ekkert þegar við mættum hérna hvort það væri að fara að spila eða ekki, bara ég er bara hrikalega ánægður með lið og sjálfsögðu Aron bara hvernig hann kom inn, en þetta var liðsigur fyrst og síðast. Já, ég meina ekki spurning, Bjarni, hvað segirðu? Já, ég er með spurningu. Nú breytist rytminn í leiknum algjörlega og kemur inn á. Voruð þið ekkert smekið með að láta þið byrja út á, og ég var, þið voru pottitt með þetta á einhverju klukku, af því að þú byrjar að, þú situr bara alveg fastur, sko. Og svo bara þegar 15 mínútur að fara að nálgast, og þá fór aðeins að liðka öxlina. Voruð þið ekkert hræddir að rytminn myndi tapa sem voru orðið svo góður?
Nei, menna alls ekki. Þetta var bara í boði í dag og hann fekk að velja sér kortir í hvorum hálfleik og valdi seinna kortirið, og gekk vel upp, gekk frábærlega. Rytminn, af því að kannski líka vel gert að byrja ekki þá með mig í byrjun seinni, af því að þú kortir dettur niður í hálfleiknum og svona. Þannig að og það var nú ekki eins og að við höfum verið eitthvað hörmulegir fyrsta kortirið án mín, sko. Við vorum bara skrefinu framar og þannig að mér fannst bara brós á steina hvernig hann stillt sér upp í dag. Og ég meina kannski hvernig þið líka bregðist við varnarlega, þeir eru að stíga upp á móti Steina sem vill komin á miðjuna í þessu skot, hvernig fannst ykkur það ganga upp í dag? Mér finnst það ganga vel upp, hvað heldum við í, hvernig endaði þetta? 29-28, nei, það ekki? Hvað slags, 29-28? Það var bara ákveðin framför varnarlega og við vorum svona aðeins að breyta út af í nokkrum atriðum, en ég verði eiginlega líka að hrósa Einar Andra vinni mínum, hann átti þetta skuldlaust að henda okkur í 5-1 þegar við þurftum aðeins að brjóta upp í lokin og þetta bara gott dæmi það hvað við erum öflugt lið að Einar kom sterkur inn á lokakaflanum í dag. Já, ég sá hann líka hlaupandi og fagnandi á bekknum eins og hann hefði skorað sigurmarkið á HM eða eitthvað, sko. En ég elska þessa ástríðu, hún alveg í Hafnarfirðinum núna? Já, menn það var ekki að mæta með, þú vera búin að vinna fyrir því allan veturinn að koma þér í úrslitaleik og mæta með ástríðu og eldmóð, þá veit ég ekki hvernig. Ég er með 1 punkt þið fóru í þessa 5-1 vörð þegar Steini var að koma um miðjuna, en það var hann óstöðandi í seinasta leik, skjótandi á 15-16 metrum eða eitthvað. En Gústi Birgis var að lenda í bakverðinum. Varst ekkert smekkuð við það? Ég sá Einar Bragi var síðan búinn að skipta við hann. Já, nei, ég minna, auðvitað býður þetta alltaf upp á einhverja veikari punkta. Ég er bara hrikalega ánægður með Gústa hvernig hann taklaði þessi mál í dag og hann var að fá alvöru leikmenn á sig og mér fannst hann bara skila þessu vel. Aron, hvernig er skrokkurinn núna? Ég meina, það eru nokkri dagar næsta leik. Eins og nýr, já, segir Aron Pálmarsson. Hvernig líður þér? Nei, bara mjög vel, sko. Já, mjög vel. Ekkert neitt þannig, skilur. Nema sem var fyrir leik. Þannig að, ég er bara... Akkurat. Ég er bara að vera alltaf á pari við þetta í næsta leikin. Og ég meina, sérðu fyrir þér að vera að æfa núna fram á næsta leik? Þetta hvíla milli leikja eða hvað? Hvernig maður ekki að spurja? Það kemur þér ekkert við. Nei, jú, auðvitað, já, ef ég get gert þetta, þá get ég æft og það er ekki eins og ég spilaði mikið í dag, bara sókn, 2 korter. Þannig að ég er bara góður, ekki þreyttur, kom vel undan þessu og eins og segir nokkri dagar í næsta leik, recovery og allt það, þú veist, dæmið, en ég á eftir að vonandi bæta mínútum. Mér leiði sko að þú átt svona 2-3 gíra inni, er það ekki? Ég sá nefnilega í lokin að þá fórst í alvöru árás. Ertu farin að treysta þig betur og heldur að það gerist núna næstu daga að þú getur ennþá bara bætt ofan á þetta? Já, þú veist, ég er búinn að vera í 3 vikur í, meiðslum, ekki búinn að ná fullri æfingu fyrir þetta, þannig að það getur vel verið að ég hef verið kannski bara í 2. og 3. gír, sko, og þú veist, þó svo að maður reyndi nú að ljúga sjálfum sér ekkert verið að og þannig, þú veist bara hvernig þetta er, maður þarf að ná fullri æfingu og allt það, testa allt, en já, svo svona einhvern veginn kemur kannski aðeins meira adrenalín þegar það er meir undir og lítið eftir og eitthvað, þá er maður fljótur að gleyma þessum hlutum og já, þá ég hugsa að ég eigi einhverja gír inni, sorry hvað ég var eitthvað hægur í dag og eitthvað. Nei, ég var bara að hugsa til þess hvað leikurinn breytti svakalega og eiga þig jafnvel aðeins meira inni hljóta að vera frábæra fréttir fyrir ykkur. Við erum einmitt að sjá þetta klippur fyrir ekki, bara Aroni bæði að skjóta, búa til. Steini, þið lítur kannski að bara létt að sjá þetta gerast þegar þeir áttu fá svör í dag allavega og þurft að stíga út í Aron, þá getur það bara að losa boltan. Já, menn það er bara draumur allra þjálfara að hafa Aron sín liði en bara heilt yfir, þá vilja bara þjálfara alltaf geta haft úr öllu sínu að spila og sem betur fyrir erum við á þeim stað í dag að geta spila á fullu liði og það er frábært. Hvað með stuðningi sem þið fenguð? Ég er ekki að grínast, það er stuðningsfólkið ykkar, ég held að það hafi staðið allan tíman. Já, þetta er ótrúlegt sko, þetta er geggjalið sko, líka ég meina það var full hérna FH-stúkan, fannst mér allavega, fyllti það alveg og gott betur hérna niður, þannig að og eins og segir, standa allan tíman, heyrist vel í þeim, góðu bandir, ég er mjög ánægð með bandirina, svona fair, þú veist, ekkert of mikið, heldur bara fair og geggjaði bandir og þetta er bara, þú veist, maður sækir alltaf orku í þetta, það er þannig, sama hvað menn segja og allt það, þá finnurðu gjössalega fyrir þessu og það er bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Steini, sko, ég talaði um þið fyrir leik, spurði báða þjálfarana hvernig var að koma inn í leiki, vera 1-0 undir, 1-0 yfir,
Nú er staðan 1-1 sem náttúrulega allt annað heldur en að vera 2-0 undir og þá væri öll umræðan bara alls konar verið með bakið við vegg og svona. Hversu létt þér bara núna að geta endurstilt kannski svolítið liðið og þú ert að 3 leikja seríu sem þið þurfum að vinna 2 leiki? Já, ég er náttúrulega bara fyrst og síðast bara ánægður að vinna og það er bara það sem við stemdum að hérna í dag og þú getur ekkert verið að pæla of mikið í sigur eða tap, þú bara ferð all inn í að kreista út sigurinn með öllum ráðum og við fannst við bara að gera það vel í dag en það er sama vinna framundan. Nú þurfum við bara að núllstilla og við þurfum að fara. Við vorum ótrúlega gagnrýnir á okkur eftir síðasta leik og það er það sama sem þarf að gerast núna því að Mósellingar koma dýrvitleysnir í Krikann á sunnudag og já, þannig að við þurfum bara að undirbúa okkur reglulega vel. Kannski bara svona rétt að lokum áður við sleppum ykkur af því að eins og Bjarni bendir á að stuðningun var frábær hér. Hins vegar hefur stemningin í Krikanum verið, ég sagði að hún hefur verið óviðjafnanleg hér í Mosó í kvöld, hins vegar hefur stemningin og utanumhaldið og allt þetta sem við búið að gera í Krikanum í vetur hefur verið stórkostlegt, það skal bara sagt og það er hægt að segja það aftur og aftur og allt sem við gera í vippinu, tjaldinu, fyrir leik, það hefur verið að fá kommentina til að koma með einhverjar pælingar og spurningar. Hversu sturlu er stemningin á sunnudag? Við hverjum að búast? Ég held að við megum bara búast við einhverju svakalu og ég kemur mikið óvart ef við sjáum ekki frétt á föstudaginn að það sé bara aftur uppselt í Krikann líkt og var á móti IBVF og ég býst eiginlega bara ekki við neinu öðru þannig að ég vil bara hvetja F-inga og Hafnfirðinga til að tryggja sér miða sem allra fyrst því að þetta verður rosalega en þetta er líka bara svo, þetta er svo geggjað að fólk er búið að vera að syngja og tralla síðan klukkan 4 í dag á ölhúsinu og það að mæti tjaldið og allt þetta. Þetta er bara, þetta gerir þetta svo miklu meira heldur en ykkur 60 mínúna handboltaleikur hérna á vellinum og tek undir með þér, bara mér langar að hrósa öllu okkar fólki í Krikanum sem er að vinna ótrúlegt starf í því að búa til þessa umgjörð fyrir okkur strákana í liðinu og þetta sýnir rauninni bara líka hvað FH er stór klúbbur. Ekki spurning, Aron, kannski bara rétt að lokum, bara hvernig fyrir þig að spila í þessar stemningu heima? Ég meina, það hlýtur að vera magnað að spila fyrir heimaklúbbinn sinn og sjá þetta bara allt tróðfullt og stemningin ótrúleg. Já, geggjað og kannast við annað hvert andlit og allt það, þannig að já, ég elski þetta, gæsahúðin alveg mögnuð og eins og Steini segir að fylla Krikann, þetta er eitthvað svona nostalgíu dæmi hjá manni frá því að maður var lítill og við vorum á toppnum alltaf að við erum í tróðfullum Krika, ljósasjó, þetta er svo stórt einhvern veginn, í FH og bara sama eins og Steini sagði, hvet alla F-fang til að mæta því að þetta er svo geðveikt og allur dagurinn og allt í kringum þetta og þannig að ég býst við fréttinni á föstudaginn, uppselt. Síðasta lag á föstudaginn. Já. Heyrðu, takk fyrir að gefa okkur tímastrákar. Til hamingju með sigurinn. Bara sjáumst á sunnudaginn. Við skulum kíkja á næstu leiki eða eitthvað. Það er eitthvað, er það. Takk strákar. Hérna sjáum við þetta 27-28. Við vorum að ljúga að vera 29-28 en þetta eru hér loka tölunar Bjarni. Við vorum með magna leikina í höndunum sem gat farið allar áttir en F-fákjörnum voru sterkar í lokin. Ég er ekki að grínast. Ég hafði ekki hugmynd um það hvernig leikurinn fór. Maður bara týndi sér alveg í augnablikinu og þetta var svo spennandi og skemmtilegt og bara geggjað. Ég var bara,